Það Rauða borðið sem tekið hér við af fréttum. Mánudaginn 3. nóvember. Það margt á boðstólnum í kvöld eins og venjulega, en hér lók þátt kemur Arna Magna Dangs, leikkona og kennari og ræði við mig menntun, skólaón, aðgreiningar, PISA, kannanir og sitt hvað mókið. Páll Ásgeir Davíðsson, lögfræðingur, hefur starfað fyrir alþjóðastofnanir víða heim, meðal annars í Súdan. Hann kemur hingað og ræðir við Gunnar Smára mannúðarkrísuna í Súdan og þjóðarmorðið þar. Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, ræðir áhrif húsnæðisaðgerðapakka ríkisstjórnarinnar á leigjendur hér við mig, Maríu Lilju. En við byrjum á Stefáni Jón Hafstein, formanni stjórnar RÚV, sem segir í samtali við Björn Þorláks að tekið verði upp aðhald hjá Ríkisútvarpinu til að stöðva hallarekstur. Skilja mætti á máli hans að sitt hvað verði uppsagnir. Þannig að það eitthvað sem vænta hér eftir örstuttar auglýsingar. Gjörðu þess að vel. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Menningalegt heilbrigðiseftirlit. Hvað það? Hingað kominn Stefán Jón Hafstein, hann formaður stjórnar Ríkisútvarpsins. Við höfum stundum fengið hann hér á Rauða borðinu til að ræða umhverfismál því þau eru honum hugleikin. En í þetta skiptið ætlum við að ræða vanda fjölmiðla, yfirburðar rekstrarforskot RÚV og nýja hugmynd hans auglýsingar. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Þú skrifar engin vafi á því að fjölmiðlar á Íslandi í kreppu. Já, það ljóst. Við erum þokkalega sammála það. Já. Svo leggur til leið, sennilega til þess að svona reyna auka líkur á friði Ríkisútvarpið. Ég finnst það nú líklegt þótt þú segir að þú skrifir ekki greinina sem ég að vitna í sem stjórnarformaður Ríkisútvarpsins. Þá segir nú í texta þarna í greininni að gegnir þeirri stöðu og mér ekki líklegt að þú sér svona einhverju leyti öðrum þræði þegar þú ert að leggja til leið, brýna forstöðumenn ríkisstofnana sem ég ætla að segja leyfa þér sjálfum að greina frá, að svona staki því mengi sé að reyna að lægja öldur eða hvað? Já, ég veit ekki hvort ég að lægja öldur, ég bara vekja athygli á því að það mjög mikil menningar, það bara landrek eða flekaskil í íslensku menningarheimi þessi árin og þau sífellt meiri gliðnun þegar við bara uppgötum það að við erum stödd í menningarlegu úthafi. Menningarlega fullveldi Íslands ekki lengur til og það reyndar aðrir hafa notað, og ég skal koma að því seinna, stafrænt fullveldi ekki til lengur. Menn hafa skrifað það og svo líka enn eitt fullveldi sem í hættu þar. Við hefum ekki okkar eigin greiðslumiðlun sem að þjóðaröryggisráð held ég hafi fjallað Þannig að fjölmiðlarnir okkar og menningarlífið í heild, og ég seti þetta í samhengi allt, komið bara á heimsmarkað. Og við erum stödd þar, örþjóð, með örtungumál
og verðum að gæta að okkar menningarlega heilbrigði í því samhengi, í alveg nýju samhengi og ég nefni sérstaklega þar að auglýsingamarkaðurinn sem fjölmiðlar og þar með Ríkisútvarpið sækja á, hann 26 milljarðar samkvæmt Hagstofunni árið 2023, það alveg að koma nýjar tölur. Já. Og þar helmingurinn í erlendamiðla sem streyma, þetta eru peningar 11, 12, 13 milljarðar sem streyma úr landi á hverju ári til fjölmiðlafyrirtækja út í heimi. Við tala um Google, Facebook, Instagram og YouTube, ekki síst YouTube. Og þessi peningar streyma til fyrirtækja sem ekki lögfest á Íslandi, hafa engar menningarlegar, siðferðislegar, pólitískar, samfélags skyldu við Ísland, allra síst, og borga ekki skatta hér. Og þannig að þetta eru gríðarlegar upphæðir og þegar menn eins og þú hefur gert og fleiri, mikla fyrir þeir að Ríkisútvarpið skuli vera á fjölmiðlamarkaði. Nei, ekki, bara hvernig það starfar ekki sig á fjölmiðlamarkaði. Ég mjög mikill stuðningsmaður Ríkisútvarpsins og hef alltaf verið. Já, ég að tala bara það alltaf til umræðu hvort að Ríkisútvarpið að flytja svo mikið auglýsingum eða ekki. En þá hlutur Ríkisútvarpsins í heildarpakkanum, fjölmiðlamarkaðum, 2,6 milljarðar af 26, 10%. Ef við tökum bara innlenda markaðan þann sem eftir og hann minnkar stöðugt. Það hlutur erlendu miðlana fyrir stöðugt vaxand og verður spámenn komin upp í 60-70% eftir 2-3 ár. Að þá Ríkisútvarpið með auglýsingamarkað innan við 20, bara 4-15. Og sko þess vegna hefur þegar maður fer að athuga þetta og skoða að þegar maður segja að fyrirferð Ríkisútvarpsins svo mikil á fjölmiðlamarkaðnum. Mikil? Nei, hún það ekki. Miðað við, já, og nú kemur fyrirvarinn, miðað við það lögbundna hlutverk sem Ríkisútvarpið hefur. Og það svolítið flækjustið sem fólk áttar sig ekki á, finnst mér. Ef við segjum að af heildartekju fjölmiðla hafi Ríkisútvarpið það byrð 30%. Segjum það. Útvarpsgjöldin hafa lækkað raunverði síðustu 10 árin 17%. Það kostar þessi nauðungar áskrift sem menn kalla, hún innan við 60 krónur á dagamann. 60 krónur. Hvað kostar kaffibolli hérna út í Te og kaffi? 950.050. Sko það 1/10 kaffibolla, ekki það, 1,50. 5% af kaffibolla. Það samt sko bara, ef við setjum í samhengi, ekki nema 1.000 krónum hærra heldur en stuðningur við samstöðina. Við erum með 2750, þetta dæmi sem þú nefnir þá 1800 kall sko og á Ríkisútvarpið með lög sem að skylda hvern borgar 18 ára og eldri. Já, og skylda það að veita ákveðna þjónustu og það svolítið merkilegt þegar maður lesi í gegnum allt það sem stendur í Ríkisútvarpið. Fyrst í lögum, þau eru mjög, veita mjög nákvæma forskrift af því hvernig útvarp í almanna þá að vera. Svo bætist þjónustusamningur sem búin til upp í menningarráðuneytinu sem að embættismenn búa þar til og ráðherra blessar yfir og svo að Ríkisútvarpið láti kvitt upp á það að það ætla að sinna ákveðnum hlutum. Og svo fer það undir úttekt einu sinni ári hjá fjölmiðlanefnd hvernig Ríkisútvarpið uppfyllir þessar skyldur. Þannig að það ekki eins og menn sé á einhverjum frísvæði með þessa stofnun síður en svo. Og svo þarna, og ég hluti af því batteri sem Alþingi tilnefnir stjórn, sem eins og segir í samþykktum OHF sem opinbera hlutafélagið, æðstavald í málefnum Ríkisútvarpsins, bæði varðar dagskrárstefnu og rekstrareftirlit. Sjáðu til, þetta ekki létt yfirbygging yfir þessari stofnun. Og ég furða mig svolítið á því við hvað voru alþingismenn eiginlega hræddir þegar settu þessi lög. Heldur að hér einhverju sjóræningjastöð í gangi. Þetta 100 ára gömul stofnun sem hefur ríkar menningarlegar hefðir og skyldur og ég spyr mig sko af hverju þessi forskrift svona nákvæm það sem Ríkisútvarpið má og má ekki. En þannig það. Og fyrir 60 krónur á dagamann sem upp að 70 ára aldri, þá hættar mann að borga. þá fáum við 2 útvarpsstöðvar og 1 sjónvarpsás. Og pluss 1 varasjónvarpsás. Þannig að þetta nú ansi mikið.
Já, og við fáum líka mikla, einkamiðlarnir fá mjög mikla samkeppni. Til dæmis Óðinn Jónsson, hann var að tala um að það væri hvergi í svona lögum hvað Ríkisútvarpið væri virt á í rauninni í einu skrifaða orði, hvað vefurinn orðin mikil samkeppni við það sem að einkareknir fréttamiðlar að gera og alls konar álitum og hann segir að Ríkisútvarpið sé allt og lengi hafi verið þannig að markaðshugsunin sé allt og djörf hjá RÚV. Ég var vitni að því einhverju íþróttakeppni í fyrra að ég náði ekki einu sinni framlengingu í einhverjum handboltaleik því auglýsingadeildin hafa svo gaman að selja auglýsingar að það lag bara vel inn í framlengingun inn í einhver mestu spennu augnablik íslensku þjóðar. Það á ekki geta gerst. Það gerist. Já, ertu vissum að þetta hafi verið græðgi, ekki bara tæknileg mistök? Ég alveg vissum það var hlaðið svo miklu með auglýsingapakka því það var hægt að selja hann. En sko, það eru mörg einstök dæmi sem ég hef spurt mig að hvernig stendur á ákveðnum hlutum. Ég bara geri það ekki að skipta mér að því. Og á ekki að gera það. En það eru sett mörg á það hvað Ríkisútvarpið má birta mikið auglýsingum. Það er svona ákveð hindrunarlaup 8 mínútur tak á klukkutíma og svo framvegis og það eru takmarkanir á því hvað Ríkisútvarpið má og má ekki á auglýsingamarkaði. Það sem að gerist bæði hjá Ríkisútvarpinu og öðrum miðlum þeim sem að annað borð afla auglýsinga, það er ekki allir miðlar sem geta það að þegar þrengi svona markanum eins og ég nefni var þegar ásókn erlendum miðlana og þeir taka alltaf meira og meira til sín Facebook og YouTube og fleiri að þá náttúrulega vex örvæntingin hjá þeim sem eiga að sækja sér fyrir í ört minkandi köku og Já, menn bara segja upp fólki og leggja niður laupana. Já, sko, það eru ýmsir hlut og það sem gerst hefur ég sé það hjá Ríkisútvarpinu. Bara í dag erum við með þess að sjá mokkinn sem náttúrulega stórveldi sem nýtur peninga útgerðarmanna, stórútgerðarmanna eru að segja upp 3 blaðamannum. Það sem mjög slæmt og ég held nú að það sem, í sömu viku og Ríkisútvarpið var að taka stjórn Ríkisútvarpsins kom saman í síðustu viku og tók aðhaldsákvarðanir vegna þess að við náum ekki endum saman og ætlum okkur að gera það. Í hverju felast þær að skjóta inn í? Ég ætla ekki að fara út í það núna, besta útvarpsstjóri sem er yfirmaður stofnunarinnar í rekstri gerir það, en það eru aðhaldsaðgerðir sem felast í því að draga saman á ákveðnum sviðum. Það þarf ekki að lesa djúpt í þau orð, það getur leitt af sér breytingar á mannahaldi. En það sem að við ætlum okkur í stjórninni er að reksturinn verði á næsta ári á núlli. Og það er sem er eitthvað önnur staða heldur en við blasir hvað var þar rekstrarárið í ár. Já, en það er sem betur fer betur en í fyrra, þannig að það horfir í rétta átt. Og það sem að gerist síðan er það að við sjáum náttúrulega fram á það að með þjónustugjöldin eða útvarpsgjöldin haldi ekki raunvirði núna milli ára en það má vera vel að verki verið hjá Ríkisútvarpinu ef að tekst að halda auglýsingatekjum milli ára á sama grunni, í sömu tölu og ég er ekkit viss um að það takist og þá þurfum við að bregðast við því þessi stjórn sem nú situr er mjög einbeitt í því að ná endum saman. Og þá komum við að því að það er kannski við mig að sakast að ég er nú búin að þvæla þér út og suður í alls konar ég trufla þig en sem sagt þarna komum við að ábyrgð þeirri sem forstöðumenn ríkisstofnana hafa. Hvernig geta þeir komið inn í þessa stöðu, segirðu? Ég skil ekki með auglýsingarnar. Með auglýsingarnar, já, við erum að tala erlendumilunum. Fyrir þá sem að hafa hlustað á þetta samtal núna frá fyrstu mínútu, þá vita þeir ekki ennþá hvaða leið þú leggur til. Nei, það er þér að kenna. Já, ég tók það á mig. En ég tel mig að fengi fréttnæmar upplýsingar á leiðinu. Sko, ég legg til að hið opinbera, ríki, sveitarfélög og undirstofnanir ríkis
og sveitarfélag hætta að auglýsa á erlendum miðlum sem ekki borga skatt og hafa lögheimili á Íslandi. Hætti að auglýsa á erlendum miðlum sem ekki borga skatt og ekki hafa lögheimili á Íslandi. Og það er Facebook, Amazon, YouTube og aðrir og ríkið hætti að auglýsa. Og ég veit að þetta er mjög umdeilt. Sérstaklega ég veit að til dæmis þeir sem að sækja á erlenda markaði sumir eru halv og alopinberir eru til næst í ferðarþjónustu myndu segja strax við okkar viðskiptamenn eru erlendis við náum ekki í þá nema gegnum erlenda miðla allt í lagi en sko það er alltaf þannig hjá Íslendingum að þeir byrja að leita undanþáunum frá reglunni frekar en að halda í regluna og reglan á að vera svo að mínum mati núna til skammstíma ég tek það fram, til að skapa smá andrými og þetta er það að gera mjög fljótt að bara taka fyrir auglýsingafjárstreymi úr landi frá hinu opinbera sjá til, ég veit ekki, það kemur ekki í ljós í gögnum Hagstofunnar hvað hið opinbera er stór þáttakandi í þessu fjárstreymi í auglýsingum til erlendra miðla. Það er erfitt að finna út úr því og kannski er þetta að grafa dýpra í gögnin með það. Það er örugglega ekki helmingur og það er örugglega og tæplega 1/3 af þessum 11-13 milljörðum. Alveg örugglega ekki. Það gætu legið 2-3 milljarðar frá hinn opinbera með ýmsu móti þarna úti sem er álíka mikið og ríkisútvarpið hefur í heildartekjur í auglýsingum. Það gæti verið það, ég þori ekki að fullyrða það og sumt af þessu er örugglega góðra gjaldavert og er hægt að réttlæta en megnið og ég geri það að skömminni sérstaklega í þeirri grein sem ég birti í Vísum helgina að nefna stjórnmálaflokkana þeir fá mjög mikla ríkistyrki og hafa marga starfsmenn á sínu snærum upplýsingafulltrúa og alls konar framkvæmdastjóra af hverju eru þeir að auglýsa á Facebook og YouTube Já, akkur sko fyrir mest allt þeirra fyrir í Facebook og YouTube og ég ger það auðvitað skömminni að nefna þetta vegna þess að ábyrðin liggur auðvitað líka hjá þeim en það eru margir aðrir og ég bara mér sárnar að sjá blæða úr landi þessa peninga þegar stofnun eins og Ríkisútvarpið situr undir skömmum fyrir að reyna að afla tekna að bara á pari við það sem tekist hefur undanfarin ár þannig er ekki lykillinn af vandanum það er eins og piss í skóin sinn að segja Ríkisútvarpinu að draga saman seglin til þess að Facebook fái peningana og það mun ekki vera í heildina samskonar það verður ekki á pari ef þú dregur saman á Ríkisútvarpinu verður ekki á pari til erlendum miðlana ég myndi segja 60-70%. Þú ert að kalla eftir einhvers konar vísi að þjóðarsátt á meðal þeirra sem að hafa með fjárreiður sinna stofnun að gera á auglýsingafé. Hefur þú fengið einhver viðbrögð frá forstöðumönnum eftir að þú skrifaðir þessi grein? Nei, það er nú fullsnefnt sem grein birtist helgin og við erum að tala mánudegi en nema ég hef auðvitað heyrt frá 2 einstaklingum sem vinna við það að mata auglýsingar inn á erlenda samfélagsmiðla og þeir eru ekki tressir með þessa stöðu? Með þessa tillögu. Þeir eru ekki hræstir með þessa tillögu? Nei, þetta er... Þeirra rök má ekki ska því ég hef verið upplýsingafulltrúi í stjórnsýslustofnunar sem heit umhverfisstofnunar. Ég hef verið í þessari stöðu að taka ákvarðanir með auglýsingabudgetið okkar og hvað er að setja það. Ég vænti þess að rök þeirra tveggja sem þú heyrti sem eru ekki hrifnir. Þeir segi ég bara næ til miklu fleiri notenda fyrir miklu færri krónur og það er bara garanterað og það skiptir mjög miklu máli að starfsmannastofnunar og boðskapurinn sem við höfum fram að færa að ná til sem flestra. Einmitt. En ekki. Þetta er nákvæmlega. og þetta eru sömu rök og ég notaði sjálfur þegar ég var lítill bókaútgefandi og er kannski enn, ég veit ekki. Ég gaf út 2 mínar síðustu bækur sjálfur og þá reyndist Facebook alveg aðbrasvel. Ég er formaður í félagi umhverfisvernda sinna og við notum Facebook til að halda saman hópnum. Þannig að ég er ekki að mótmæla veru þessara fjölmiðla á Íslandi. Ég er bara að segja, hið opinbera sem hefur ábyrgðarhlutverk gagnvart fjölmiðlum í landinu og veitir fé til fjölmiðla á að láta þá ganga fyrir sem eru með lögfestu og borga skatta á Íslandi. Og þannig bara, og það er örugglega sársaukafullt en tökum annað móti. Ég tel að íslenski fjölmiðlar og þar á meðal Ríkisútvarpið en fjölmiðlarnir yfirleitt hafi ekki lært að bregðast við þessari þróun sem þú lýstir réttilega
upplýsingafulltrúarnir og fjölmiðlafulltrúarnir og smáreikandunir segja allir, þetta betri auglýsingamiðlar og þurfa þá ekki bara Síminn, RÚV, Mogginn, Heimildin og aðrir samstöðin að finna leiðir fyrir þessa fjölmiðla. Og ég ekki að segja það sinni töfralausn í því, en ég til dæmis sakna þess að það var einu sinni til eitthvað sem hét Fundur og mannfagnaður hjá Ríkisútvarpinu. Fundur og mannfagnaður, já. Það var bara sérstakur auglýsingaliður, hét það. Og það bara viðburður á Facebook. Já. Og hvar eru þeir núna, Fundur og mannfagnaður í þessu eina dagblaði sem eftir það eru farnir viðburð hvað að gerast helgin og ýmislegt svona. Mér hlýnar og hjarta rætur þú rifjar þetta. Já, Fundur og mannfagnaður, maður hlusta alltaf á þetta. Og þetta var leið fyrir litlu einstaklingana og félögin að komast að í útvarpinu. En fjölmiðlarnir hafa bara ekki brugðist við þessu og þetta nýr veruleiki sem að blasa við og hann þegar gerast mjög hratt og við þurfum að hugsa okkur inn í þessa ef að þetta fer svo að erlendi miðlar taka 60-70% af auglýsingafjármagn markaðnum þá eru bara miklu vanda með öll okkar fjölmiðla. Já, hér skiptir mjög miklu máli einhvers konar heildarsamhengi. Já. Og ég bara að rifja upp að þessi ár sem að ég hafði nokkuð með það að segja hvar við myndum auglýsa, þá gætti ég þess að Fréttablaðið og Mogginn fengu auglýsingar, prentmiðlarnir sem eftir voru. Við vorum með auglýsingar á RÚV, við nýttum okkur héraðsmiðla, ef við vorum að auglýsa einhverja fundi eða viðburði út á landi sem að hafði meiri relevans gagnvart þessu svæði eða öðru landshlutarblöð. Það var vegna þess, held ég, að sko, ég veit hvað það að vera fjölmiðlamaður, ég veit hvað búa við vondan hag, ég veit hvað einu auglýsing skiptir miklu máli. Það ekki endilega af ást gagnvart þessum héraðsmiðlum eða Fréttablaðinu eða Mogganum á þeim tíma heldur. Það ást gagnvart tilfinningunni að við höldum áfram að geta haft eitthvað sem við leyfum okkur á tillitugum að hafa fjórða vald. Það bara mikilvægi fjölmiðlunar. Þetta er svo fyndin staðasteinn. Við flöggum þessu sem hornstein í lýðræðis og við erum með rosalega fín orð og eiginlega eini fjölmiðlinn á Íslandi sem að kemst svona sæmilega óbrotinn frá briminu, frá morgni til kvölds Ríkisútvarpið. Við erum með bjögun, vaxandi ritstjórnarlega bjögun hjá stórum miðlum og meira þess að starfsmennirnir sjálfir viðurkenna það, þeim finnst það ekkit gott en það bara svona eins og þessi tilhneiging út allan heim. Svo ég minnist aftur á Óðinn Jónsson, þá sagði hann hér að hann var að vitna til Svíþjóðar að þar öll fjölmiðlun að fara á færri og færri hendur og litlir miðlar keyptir upp að einu stærri og núna vitum við að það ákveðin svona ásælni að það má segja sín sé í ákveðinni hættu og ég að tala um uppsagningar á Mogganum í morgun og þetta eru stærstu miðlarnir og þannig að sko við vinnum hér nánast allan sólarhringinn sko með blóðugar hendur og tær bara til þess að geta keypt okkur bara til þess að geta gegnt þessu hlutverki sem að sko margir blað og fjölmiðlamenn brenna enn fyrir og ég held að þú sért svolítið með þessari tillögu þú ert að leggja hana fram vegna þess að heildarsamhengis vegna þess að þú áttar þig sjálfur og því sem einn af brimbrjótum íslenska fjölmiðlunar maðurinn sem að breytti Rás 2 svo munaði með virku samtali við almenning, þjóðarsálin og allt það fyrir ritstjóri blaða þú áttar það á svo mikilvægi. Ég bara sjá til, þetta náttúrulega, nú ég blaðamaður. Það bara vil svo til að ég formaður stjórnar líka. Og þú hugsar sem blaðamaður? Ég hugsa sem fjölmiðlamaður og dagskrárgerðarmaður og blaðamaður. Og þegar ég set mér þessar stellingar að nú sko, það eru miklu fleiri upplýsingafulltrúar og fjárskiptafulltrúar hjá ríkinu heldur en blaðamenn í landinu. Þá orðin mjög mikil bjögun og svo þegar sko við erum ekki farin að tala um eitt sem náttúrulega mjög hættulegt sem við sjáum núna þessa dagana að við færum okkar fjölmiðlafé af auglýsingamarkaði yfir til útlendra miðla sem ritstýrt af auðjöfrum í Bandaríkjunum sem undir sko þumalputtanum á mjög
árásagjörnum forseta sem tekur þá í gegn í hvert einasta skipti sem þeir andafa gegn ríkisstjórnans. Mjög mikilvægt. Og það er þessi ritstjórn á Facebook og X sem fyrir neðan allar hellur. En það er ekki nóg með það. Nei. Þeir hirða upp upplýsingar, persónugreinlegar upplýsingar öll okkur sem erum þarna og greina og hafa að geyma þessar upplýsingar og nú ætla ég að nefna og benda fólki að það voru 2 greinar skrifað nýlega. Önnur var eftir Mörð Áslaugason og hinn eftir Helgu Mógensen stafrænt fullveldi Íslands. Mörður skrifaði hver er legst tölvupóstiðinn? Donald Trump getur óskað eftir honum því að við geymum eins og Halldóra segir í sinni grein heilsufarsupplýsingar, fjármálaupplýsingar, Ísland.is geymt í erlendum skýjum og það má taka þær með lögregluskipan, forsetaskipan í Bandaríkjunum og greina eða loka af og þetta stafræna fullveldi helst alveg í hendur við það sem ég að tala menningarlegt fullveldi og við verðum að passa okkur á þessu. Þetta miklu, miklu alvarlegra heldur en fólk gerir sig grein fyrir. Við höfum talað þá og það hefur verið kvartað og hvenær í mörg ári við því að í raun og veru ráðum við ekki yfir greiðslumiðlun á Íslandi með kortin og það þurfum við að koma upp íslenskir greiðslumiðlun. Þurfum við ekki líka að koma upp íslensku grunnum og nú aldeilis gagnaverin til að landinu. Já. Við getum varðveitt okkar upplýsingar sem varða allan þjóðarhag innan okkar efnahagslegu lögsögu þar sem engin aðrir geta krafist þess að fá aðgang og þá eru komin á fjölmiðlunum og menningarlífi í heild. Sá til, ég í félagsráði Máls og menningar sem yfir forlaginu. Við horfum á það hvernig Storytel hefur riðlað bókamarkanum á undanförnu. Talaði við tónlistamennunum hvernig Spotify fer með tónlistamarkaðinn og þá eru komið með íslenska bækur og íslenska tónlist útvistað til erlendra auðfyrirtækja og við erum á hraðri leið með fjölmiðlun á Íslandi á sama skapi og nú ætla ég bæta enn einu þunglindis punktinu við. Við erum þunglindir, þetta stöðin til þess. Þetta stöðin sem mikla þunglindis. Sjáðu, og þetta ég veit að ríkisstjórnin, minnst á kosti, þau sem að huga að nýrri atvinnustefnu á Íslandi átta sig á þessu. Ef að tölur fólksfjölgun á Íslandi eru framreiknaðar, það að segja, við töpum nettó innfæddum Íslendingum úr landi og við flytjum inn þúsundir erlendra starfsmanna og nú ekki að tala gegn útlendingum ég bara að tala með við framreiknum þessa þróun svona fram yfir 2050-60 þá verða hér í landinu færri íslenskumælandi íbúar heldur en erlendir en þeir verða í mjög ólíkum menningarheimum heldur en við vegna þess að þeir munu búa í skýinu sem hinn alþjóðlegi markaður fjölmiðlaefnis. Það að segja, hinn þjóðlega menning á Íslandi og nú tala ég bara eins og bara 19. aldamaður, fjölnismaður, hún í hættu fyrir þessu. Ekki bara vegna þess að hér fjölgar fólki vegna þess að því menningarlega akkeri, menningarlega heilbrigðisvottorð ekki til staðar lengur í fjölmiðlum okkar og menningarstofnunum. Ég tengi þetta algjörlega saman, Ríkisútvarp, Þjóðleikhús, Borgarleikhús, Hörpu, Sinfoníuna og svo framvegis. Þetta allt til þess gert að halda hér saman einhvers konar menningarlegri heild. Já, þessar stofnanir sem þú nefnir eru hluti af menningarlegu heilbrigði. Já, þær eru það og tengjast. Já. Og ég vil ekkert útiloka Síman og Sín, samstöðuna, heimildina og nýju gímaldið og nýju stöðuna Þorsteins J. TV Magazine, þar sem margir litlir að reyna að komast áfram með sín skilabóð. En það mikil hætt á því að allt þetta kerfi líðundir lok. Það mikil hætt á allt þetta kerfi líðundir lok. Og það mér sýnist nú að Logi ætla að vera með einhverja smáskamta lækningar á Ríkisútvarpinu frekar en að grípa til einhverja stóra aðgerða en þú nefnir það núna, þú nefndir það áðan að dagskipan væru aðhaldsaðgerðir innan Ríkisútvarpsins og þannig að það ekki eins og að menn
berji höfðunum í steinin og haldi áfram á einhverju svona vonlausri siglingu án ábyrgðar, það ágætt að vita það. En við vorum með útvarpsráð, Stefán Jón, og nú erum við með stjórnir Ríkisútvarpsins. OHF. Stofnunum var breytt í OHF. Og það nú einmitt OHF-væðingin sem er mjög oft harðlega umdeild. Bara síðast í morgun var sennilega Guðmundur Árni varaformaður Samfylkingarinnar. Hann var að tala það sem lítið gæfuskref þegar RÚV OHF-aðist. Hver þín skoðun á því? Var það góð ákvörðun að OHF væða Ríkisútvarp? Ég skildi hann ekki þeim tíma. Mér fannst vera hægt að laga það sem að mátti laga með öðrum hætti. Og kannski það enn. Ég bara ekki myndað mér skoðun á þessu. Núna ég búin að vera stutt í stjórninni, þessi nýja stjórn hefur reyðan sett í nokkra mánuði og það komin tími til þess að svona maður smá saman lærir á þessi. Þetta er mun þyngri yfirbygging lagalega séð heldur en ég hafði í raun og verið átt að mig á bara ekki sett mig inn í það fyrir núna en hefur þetta gefist illa, ég veit það ekki ég held að það sé mjög mikilvægt OHF veitir ákveðið sjálfstæði stjórn sem skipuð á Alþingi æðsta vald í málum Ríkisútvarpsins það hún og það hægt að setja hana af ráðherra getur bara kallað aðalfund og skipa nýja stjórn og nýja formann og allt það ekkert vandamál en það þessi við viljum hafa menningarstofnanir okkar Harpa til dæmis OHF óháðar svona skyndihugdettum pólitíkusa, en maður getur sagt sem svo og þær eru því miður nokkuð tíðar menn láta þú út úr sér í ræðustól og Alþingi að það að taka fyrir einhverja styrki og fjölmiðla styrki og annað slíkt ef þeir hæða sér ekki sem náttúrulega hvílíkur barbarismi það tekur einhver tali en menn missa sig stundum og þá eins gott að hafa svona smá varúðarreglu. Já, ég sammála með það að geðþóttavald stjórnmálamanna ber að varast þegar umræðir fréttaflutning Ríkisútvarpsins en aðstæðuna núna það eiginlega íta líka undir geðþóttavald stjórnenda Ríkisútvarpsins og ef sömu stjórnendur eru lengi fyrir á fleti og þeir þurfa til dæmis ekki lengur að rökstyðja að hverju þeir ráða ekki fólk sem skilst að fylgi OHF-væðingunni þá er ég búin að finna eitt galla gagvart svona til dæmis stjórnsýslustofnun þar sem að fólk sækir á jöfnu grundvelli og hefur rétt að því að fá rökin fyrir því að hverju þess valinn en ekki annar. En það ekki þannig? Siggi Bogi vinnur okkar að ringi mig. Hann veit að ég hérna. Siggi, ég er að taka upp spjall við Stefán Jón Hafstein, ég heyri þér á eftir. Blessunur. Við erum þrír saman á degi á sínum tíma. Við gerum það. En þú veist, þetta svona ein röksemd sem heyrist. Nú ætlum ég aðeins að demba á þig þessari útvarpssögu gagnrýnu umræðum Ríkisútvarpið að önnur að menn séu þarna mjög lengi og séu orðnir svona rorri í spikinu og hafi mikið að segja dagskrárgerði eða ekki og það náttúrulega fyrir mig sem hef skrifað bók spilling og þá veit ég það að ef þú ert lengi í of kósí umhverfi, of vernduð umhverfi þá hætta ákveðin hnignun, það hætta á því að sjálfsgagnrýnin innanfrá hún verði ekki sem skildi það hætta á því að þú fer að líta á opinbera gagnrýni Ríkisútvarpið sem árás en ekki uppbyggilega gagnrýni ég get nú sagt þér eina bara svona fyndna persónulega sögu að síðan ég fór svona sjálfur að skrifa opinberlega álitaefni hjá Ríkisútvarpinu þá hefur enginn boðið mér í þjóðmálaumræðu hjá Ríkisútvarpinu ég var oft hjá Agli og mörgum vígstöðum en svo bara leið og byrjar að gagnrýna Ríkisútvarpið eitthvað opinberu vettvangi þá það ekki lengur boðið. Þú ert orðin það sem að kalla þegar ég kom á Ríkisútvarpið Hveruland. Ég held ekki, ég held að sé ekki Hverulanda stimpillinn, ég held að bara hann bara eitthvað neikvæður og þá hugsaðu sína hagsmuni en ekki hvað fólki þarna úti þarf að heyra fjölbreytilegar skoðanir og meðal annars gagnrýnar skoðanir á því sem þau standa fyrir og að gera því að til lengri tíma þá yrði það þeim til mest ábata. Já, það ég
kom til starfa hjá Ríkisútvarpinu sem fréttaritari í London 1977 og nú er ég fann að tala eins og leigubílstjórinn í spaugstofunni sko. Gerðu það endilega. Búin að vera í 25 ára og meira sko. Og séð margt og það er alveg rétt að það gerist ofta að gamlir hundar setjast á ákveðin sess og ráða miklu. Ég veit ekki hvernig þetta er í dag, það er til dæmis mjög áhugavert núna, það er nýr dagskrárstjóri á sjónvarpinu, kona sem hefur flutt stjórn svona skýrslum sína sín og mér bara líst mjög vel á það að komi ferskur andi inn á dagskrárstjórn sjónvarpsins. Þannig að þetta er nú ekki bara á einn veg. Alls ekki. Nei, nú er ég bara að tala um, eins og ég segi, ég er mikill stuðningsmaður Ríkisútvarpsins. Það er feikilega margt úrvalsvel gert. Mest finnst mér það eiga sér stað á Rás 1, svo ég svona tala um það. Mér finnst eftirlits- og aðslutverkið, mér finnst því hafa hnignað. Við erum með einn Helga Seljan sem kemur með 1 skúp á hálfsársfresti en og við bara þökkum honum fyrir það. En mér hefur svona fundist að sko almanna útvarpið, þetta með að auka vald almennings að sko Ríkisútvarpið í fréttastefnu hafi borið fullmikla virðingu fyrir valdinu og nú er ég ekki að tala um í einhverja pólitíska átt, heldur bara svona heilt yfir. Já, ég ætla ekki að tala um dagskrárgerða menn, dagskrárstefnu, annars slíkt það gerir ég á stjórnarfundum. Það sem ég vil þú segja að þessi hætta er alltaf fyrir hendi. Ég er algjörlega sammála henni og stjórn á að veita ákveðið aðhald og líka gæta þess að opna út og ég get bara nefnt eitt dæmi. Það verið mjög rætt málstefnu Ríkisútvarpsins. Og hún hefur verið svona til umræðu og margir eðlilega haft mikla skoðun á henni. Og við sem stjórn og höfum fengið skýrslu frá málfarsráðuneyti hvernig málstefnan er að mótast og annað slíkt og höfum óskað bara eftir því að vera haldið málþing með áhugafólki íslensk mál fljótlega, annarkort líklega í byrjun næsta árs, eitthvað slíkt. Þannig að Ríkisútvarpið opni út á umræðuna þetta. Og útvarpið var nú með útvarpsþing daginn sem að snýrast svona meira framtíðamúsík þannig að það var mjög vel til fundið, ég gæti mér ekki sótt það en ég held að eitt af því sem Ríkisútvarpið þarf að gera mjög mikið að vera bara ná samtalið þjóðina því að megin réttlætingin fyrir tilveru Ríkisútvarpsins er svo að almenningu fallist á að borga þessar 60 krónur á dag og ef við höldum ekki þeirri stemmingu uppi trösti, það númer 1 er tröst en líka að fólk finni fyrir að það sé eitthvað samtali í gangi og eitthvað skilningur það má ekki vera fílabeinsturn og það er að versta sem kemur fyrir Ríkisútvarpið það er að vera fílabeinsturn og það var það þegar ég var táningur og popmúsík var ekki spiluð þá var Ríkisútvarpið fílabeinsturn hvað var það í dag og tónlist Þau hafa talið menningarlegu rök fyrir því að það væri ekki góð hugmynd að spila poptónlist það voru lög unga fólksins í 35 mínútur á viku það var allt og sund og þannig að Ríkisútvarpið hefur gengið gegnum margar hrinur málið er að eiga samtali svo þetta sem við erum eiga og ég átti við Sigurð G. Guðmundsson á Bylgjunni í gær og skrifaði grein og það þarf við þurfum að halda opna Ríkisútvarpið út á þjóðavettvanginn og ég er ekki sannfærður það að besta leiðin til framtíðar yfir þeirra aðstæður sem ég hef lýst hér með ofboðslegu breytingum á efnisframbóði frá erlendis frá og frásogi fjármuna frá Íslandi, frá okkar fjölmiðlamarkaði að samkeppnismarkaður okkar fjölmiðla sé besta leiðin til að búa hér til hagkvæmt umhverfi fyrir frjálsa og frjóa fjölmiðlun. Þessi blóða samkeppni með örfáar og örtfækandi auglýsingakrónur, ég held að hún sé ekki góð til frambúðar. Hún er hættuleg og allir fjölmiðluna geta farið mjög villur vegar í slíkri samkeppni. Jú, en blóða samkeppnin á sig líka stað í efnisvali og efnistökum og efni sem að... En það er fínt. Það er fínt ef þú ert að vinna á RÚV vegna þess að þú færð alveg launinu næstu mánaðamót og þú ert með risastóra áhöfni kringu sem bakkar þig upp og veitir þér alls konar styrk og stuðning sem getur verið gott að hafa en sem sagt Rás 2 til dæmis
endalaust deiluefni, bara svo við vitna aftur í Óðin Jónsson fyrir fréttastjóra Ríkisútvarpsins. Hann hyggur að tími Rásar 2 sé liðinn. Já, það sko, það held ég nú ekki, en það hins vegar, nú Óli Palli til dæmis að fagna 30 ára sögu þáttar sem heitir Rockland. Og hann myndi ég vilja flytja yfir á Rás 1 þá, ef Rás 2 lögð á. Við Rás 2 svo lítill hluti og menn áttar sig ekki á því. Rás 2 agnarsmár hluti í rekstradæmi Ríkisútvarpsins. Já, en sín finnst mjög þrengt að þeim núna í þessum ólgu sjó vegna Bylgjan með fína hlustun. Og Bylgjan hefur staðið sig afbragðsvel að mörgu leyti. Já. Og ég bara tek ofan fyrir þeim. Já. Mér finnst innkoma samstöðarar núna undanförnu vera mjög af hennu góð inn á íslenska fjölmiðlamarkað og hefur margt finnst mér bara öfundsvert af því að þið hafið svona tækifæri til að kjafta í þá óendanlega sem ekki til annar staðar og hafið fjölbreytt úrval og kannski eftir að þetta var, ég skildi nú aldrei þessi stjórnmálasamtök sem stóð að þessu en svo fór það mjög illa og leiðilega ég ætla ekki að fara að skipta mér að því en eftir lifir þessi samstöð sem mér finnst vera mjög góð viðbót við fjölmiðlaflóruna. Ég vona að heimildin nái að vinna sig upp úr ákveðinni lægð sem hún hefur verið í að mínum mati. Þar að koma nýja gímaldið hjá þeim stöllunum, Auði Jóns og fleirum, Eyrúnu og síðan það nýfjölmiðl og síðan Þorsteinn Jóð að búa til svolítið sérstakan svona vettvang sem heitir TV Magazine fyrir efnisveita á nýjan hátt og ég held að Ríkisútvarpið eigi dálítið að sko passa það að þessi við kalla lágróður í bestu skilningi þess orðs fái að þrífast og ríkis ekki bara Ríkisútvarpið heldur ríkisvaldið gæta því. Menningarstefna ríkisins á að gæta að alveg eins og áhugaleikhús eru mikilvæg all land þá eru fjölmiðlar sem sinna svona hlutverki eins og þið mjög mikilvægir viðbót við og það verður að gæta að því og þess vegna segi ég til skamstíma á ríkið ekki að dæla fé í Mark Zuckerberg og Elon Musk sem undir ritstjórnarvaldi Donald Trumps taktu eftir ríkið á ekki að dæla peningum þangað og öllum okkar persónugreinarlegu upplýsingum íslenska neytendur og fjölmiðlanotendur beint inn í leyniþjónustukerfi Bandaríkjanna þetta eru alvarlegir hlutir og þess vegna veki athygli á þessu sem að þessar greinar Helgu Móðursson og Marðar Áslaugssonar í Vísi, það að leita þar uppi með leitavélum, tala mjög beint inn í þennan veruleika. Fjölmiðlarnir tengjast þessu stafræna, ef að segja misnotkun, ofbeldi, ritskoðun, þeir gera það. Og það þessi varnarorð sem við erum að huga að. Ég verð líka að segja það sko, hljóðbókamarkaðurinn eins og hann vinsæll og mikilvægur, hann undir einokunarfyrirtæki sem heitir Storytel. Og ég byrt efni þar og ég noti góðs af og þessir fjölmiðlar stóru erlendu, þeir veita okkur ákveðin farveg sem góður en við getum ekki bara búið til okkar eigin vettvang, stafræna vettvang fyrir fjölmiðla efni þar sem margir hafa aðgang að mörg tekju- og viðskiptamódel í gangi. Ég myndi vilja sjá ykkur hlið við hlið Þorsteinn Jóð, samstöðuna, gímaldið, heimildina með fjölmiðlaefni strákan upp á Mokka dagmálin og þjóðmálin og hvað þetta heitir þannig að það sé myndist í raun og veru veggur fyrir fjölmiðlaefni sem framleitt af ýmsum ólíkum aðaldum en fer allt inn á eina gátt þar sem við notendur getum hort á og notið. Þetta hægt og auðvitað fyndist mér sko ef ég væri einráður í þessu landi myndi segja við Ríkisútvarpið hérna eru 200 milljónur á ári í 3 ár gerið þetta en það ekki hægt að því að stjórnmálin þau eru föst í svona ákveðinni tortryggni og vantrú á að Ríkisútvarpið hafi aukið hlutverk þá þurfum við bara að gera þetta með öðrum hætti en þessi stafræni vettvangur ég skal gefa ykkur nafni þjóðarsálinu eða viljið. Við höfum verið duglega að taka upp svona þekkt nöfn á fyrirbærum í fjölmiðlasögunni þannig að þjóðarsálinn bara fínt, takk. Nei, ég er ekki ykkur, það er ekki á nýja vettvanginum eða stafræna vettvanginum. Ísland.is verði í raun og veru miklu meira heldur en skattheimtan og frá hennu opinbera heldur verði bara Ísland.is þjóðmálin.
í heild. Þetta væri, og ég ætla ekki að útfæra þessa hugmynd, en það hún alltaf góð til þess að vera tekin upp, sko. Hún alltaf góð til þess. Ísland ræður ekki við stórbrotnar hugmyndir. Það bara alveg ljóst. Það fer allt í tuð og þessuna var ég að skrifa meðal annars að segja, þetta snýst ekki það að taka einhverja nokkra krónur af ríkisútvarpinu og henda þeim í aðalega erlenda fjölmiðla. Það gáleysi. Það ekki gott við núvarandi kringumstæður að blóðmjólka það sem við eigum þó og þokkalega vel gert. Bætum heldur við það sem að þarf virkilega á aðlýningu. Og þar hægt að finna fé. Skjótaleiðin hægt að auglýsa hjá Zuckerberg og Elon Musk. Jó. Þakka þér fyrir að vera þó allavega meðvitaður heildar samhengi þessara mála. Takk fyrir að koma í viðtal eins og þetta. Takk fyrir að skrifa greinar. Takk fyrir að vera með einhverja sýn. Takk fyrir að taka afstöðu í Gaza-málin á sínum tíma. Við veitum ekki alveg hvernig það fer núna en þú reyndar tókst fram að þar væri ekki að skrifa sem formaður stjórnar Ríkisútvarpsins tekur á því bara hvernig hún ákveður það. Ég kann ágætlega við þess stjórn, hún skipuð ágætlega hefur fólki. Já, en þú ég man eftir einu, sko, varst ekki þú sem að talaði fyrst jakkalakka? Að Bubbi gerir það nú. Bubbi. En þú tókst þetta svolítið. Já. Þú var svolítið á ritstjórnarfundunum hvað orðið langt síðan, Stefán? Við vorum 97-99. 30. Við vorum saman á ritstjórn á lítilfátækum fjölmiðli. Það á 4. áratug síðan og við erum fyrst saman við ritstjórnarborð. Hugsaðir hvað tíminn líður hratt. En þá man ég að þú varst að vara okkur og aðra við því að verða svona jakkalakkar og þú mætir á peysunni og þú talar mannamál og ég held að sé fengur aðeins fyrir stjórnarúfa að fá þau sem formann. Takk fyrir að koma. Mín ánægðin að vera með ykkur á samstöðinni. Takk. Og við höldum áfram eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað ég komin góðan gest til þess að ræða húsnæðis aðgerðapakka stjórnvalda og svona hvernig áhrif þetta mun koma til með hafa á leigjendur sem eru kannski svona þessi glimti hópur fólks á húsnæðismarkaði. Getur maður sagt húsnæðismarkaði þegar maður að tala leigjendur? Já, ég meina allir hafa sitt húsnæði og allir hafa sitt heimili en hvort þið séu að kaupa eða leigja, það var samt húsnæði. Jónas Atli Davíðsson, hagfræðingur hjá HMS. Ég sá svona litla frétt á RÚV í morgun, þar sem að þú varst einmitt að tala um að það væri áhyggjuefni og tekur svona í sama streng og Guðmundur Hrafn og Leigandi samtökjunum og ég sá svo seinna í dag það húseigendafélagið sem svona segir það sama að þessar aðgerðir þær muni að öllu líkindum koma til með að hækka húsaleigu. Já, það allavega svona teikn á lofti það. Þetta einmitt, eins og segir, það eru margir sammála þetta og þetta eitthvað sem leigusala muni reyna að gera, velta þessari aukinni greiðslubyrði í leiguverði og svo kemur bara í ljós, þetta mun leiða til annars vegar hækkunar á leiguverði, bara samkvæmt, að öðru óbreyttu og svo gæti þetta líka leitt til færri leigu íbúða. Það að segja, fólk sem að leigja út auka íbúð, nenni kannski bara ekki að standa í þessu og selur íbúðuna. Þannig að þetta svona eitt og sér í tómarúmi lítur ekki vel út fyrir leigjendur. Finnst þið þá eins og ég vanti einhvers konar mótaðgerðir í rauninni til þess að Já, það eru í einhvers konar mótaðgerðir í þessum pakka. Það bann við hækkun húsaleigu á fyrstu 12 mánuðum sem að má líta á sem einhvers konar leigubremsu en náttúrulega vandamáli við það að maður setur sig í spor leigusala sem að hefur núna mist valdið sitt til þess að hækka húsaleigu fyrstu 12 mánuðin, þá vill hann kannski tryggja sig fram í tíman og reynir þá að leigja út íbúðinu sinna það að veri.
Þannig að þetta bæði tvennt gæti leitt til þess að leiguverð hækki til skammstíma en ef maður horfir á þetta í svona víðara samhengi þá þetta kannski eitthvað svona séregna blær yfir þessu þannig að það sem þetta leiði líka til að þessi leigusalar sem að voru að leigja út íbúðir kannski enda bara á að selja þessar íbúðir og fólk sem þá fyrstu kaupendur kaupa þessar íbúðir og þannig gæti þetta lækkað húsnæðisverð eða fasteignaverð það að segja. Að því gefnu að lánamarkaðurinn lægist og... Já, allir því gefnu. En eftir standa leiðinir sem að geti ekki keypt sér hús og þá bara að vona að þessar framboðsakir sem voru kynntar, það að segja þessi aukni kraftur í stofnframlögum og uppbygging óhagnaðardrifna leiguíbúða verði nú nægilega mikil til þess að vinna á móti þessum áhrifum. Sko, já, svona, það talað að svona, húsalega sé einmitt þessi hagstærð sem hafi kannski þróast svona lengst umfram annað í samfélaginu. Hvernig sérðu fyrir þér að þú veist, væri ekki eðlilegra að setja einhvers konar bremsu þar á? Setja bara þak hreinlega á húsalegu, á fermetra versus leiguverð, eitthvað svoleiðis? Sko, verðstýringar á leigumarkaði eru þekktar mörgum löndum. Það er til margs konar bremsur eða þök í Evrópulöndum og þau afleiðingarnar af þeim hafa verið misjafnar. Þannig að þetta er mjög vandmeð fari hvernig farið með þannig stjórntæki. Við höfum séð einhvers konar takmarkanir á hækkunum sem hafa virkað í ákveðnum aðstæðum. En hættan við það akkurat hér á Íslandi er það að sko megin gallinn við leigumarkaðinn að mínu mati sá að hver stór hlutdeild leigusala eru bara einstaklingar og einstaklingar sem hafa kannski ekki djúpa vasa og eru kannski ekki að hugsa að leigja út til langs tíma ætla kannski bara að leigja út til 5 ára og svo bara henda leigandanum út og flytja sjálfur inn í húsnæði eða þá að selja það og þetta fyrirkomulag veldur því að svona stýringar á leiguverði gætu haft mikil áhrif á annarkvort leiguverð stýringar á leiguverðinu gætu þá haft áhrif á framboð leiguíbúða þannig að margir vilja bara ekki leigja sína íbúð út og selja hana frekar en eins og ég segi, þú veist, með maður horfur á það í stóra samhenginu, þá gæti það leitt til þess að fleiri geti keypt sér íbúð en það náttúrulega ekki allir sem að geta gert það og sumir vilja það ekki eða eru kannski hér á Íslandi í skamman tíma og þeir svona hafa jafnan rétt á að eiga heimili eins og aðrir ríkisborgarar. Hvernig þú vinnur hjá HMS húsnæðis og mannvirkjastofnun hvernig hafið þið verið að svona taka utanum þennan pakka innanhúsi munið þið koma með eitthvað svona útfærslur eða setja fram jafnvel gagnrýni svona eitthvað svona aðhald á móti? Já, okkar hlutverk að veita stjórnvöldum ráðgjöf og við höfum gert það á síðustu mánuðum og komið margar tillögur þarna sem að hafa sumar hverjar endað í þessum pakka og svo lítum við svo á að það okkar hlutverk að veita okkar mat á allar þessar afleiðingar og við ætlum að reyna að gera það við skrifum mánaðarlegar skýrslur mánaðarskýrslur þar sem við förum yfir það sem okkur finnst vera mikilvægast á húsnæðismarkaðnum og í næstu mánaðarskýrslu munum við reyna að leggja mat á þennan húsnæðispakka og hvaða áhrif hann geti haft á húsnæðismarkaðinn, góðar og slæmar. Það lítið gagn í okkur ef við erum bara að vera einhver klappstýra fyrir ríkisstjórnina en við viljum bara byggja okkar mat á rökstuðningi og okkar fagþekkingu. En nú, það hefur einhvern tímann komið fram að leigjendur hafi verið svona vantaldir alveg 20.000, jafnvel 30.000.
sko, svona í ljósi þessa stendur til að reynilega uppfæra þá talningu og svona umfangið og kannski skoða leigumarkaðinn aðeins betur og þá með því tillitið að veita aðhald? Já, þetta til dæmis afleiðinga greiningu sem við réðumst í. Við sáum að tölur eignarhald pössuð ekki við okkar mat á, eða fyrra mat á stærleigumarkaðarins og fóru því í stórt svona átak í samvinnu við stéttarfélögin, Eflingu, VR og Einingu Iðju til þess að ná til fólk sem hefur ekki annars verið hægt að ná til í skoðanakönnunum eða spurningakönnunum þar sem að þau eru að koma erlendis frá og eru ekki kannski skráð með góðum hætti inn í þetta samfélag, hvernig sem það en það mitt leiti ljós að leigumarkaðurinn hefur verið stórlega vantalinn og vanmetinn umfang hans og þessi markaður hefur þá vaxið eiginlega sko tvöfaldast á 2 áratugum úr því að vera svona rúmlega 15% fullorðin á leigumarkaði yfir í tæplega 30%. Við munum halda áfram að reyna að meta umfang leigumarkaðarins og líka mikilvægi þess fyrir húsnæðisöryggi í landinu. Þannig að okkar eina markmið að reyna að tryggja húsnæðisöryggi og að það sé stöðuleiki á þessum húsnæðismarkaði. Það eru aðgerðir í bakkanum sem að svona líta Airbnb og ég sá því að nú einhvers staðar svona í gagnrýni á þær aðgerðir að það er svona stönguð svo litið á við svona stjórnarskrárvarin rétt á eignarétt. Þú getur ekkert sagt fólki hvað á að gera við heimili sitt eða eignina sína og þar fram eftir götunum. Þó það sé í sjálfu sér alveg þetta takmarka atvinnustarfsemi í tilteknum húsum. En ertu sammála þessu eða er þetta bara eitthvað svona fyrirsláttur? Nei, það hafa komið upp margvíslega álitamál og kannski gott að nefna það að ég er hagfræðingur og ekki lögfræðingur. Ég er ekki lögfræðingur heldur. Við lifum í heimi líkana við hagfræðinördarnir og ég veit nákvæmlega allavega ég tel mig vita nokkurn veginn hvaða áhrif þetta hefur á markaðinn. Hvort að stangist við stjórnarskrá, það þarf einhver annar sem fróður en ég að spyrja. En þetta er ekki fyrst skipti sem að svona hefur komið fram. Ég veit að í síðustu ríkisstjórn þá líka rætt stjórnarskrár réttindi, það er að segja að þau rekstrarleyfi sem að fólk hafi fengið, þau voru í raun ótímabundin og fyrir ríkisstjórn taldi það að vera brot á stjórnarskrá að gera þau tímabundin. En það stendur til með þessu frumvarpi, Airbnb frumvarpi að gera þau tímabundin að þessu endurmetin eftir 5 ár og síðan þannig er hægt að einhvern veginn stjórna þessa atvinnustarfsemi og atvinnustarfsemi þarf bara að fylgja lögum eins og hvað annað. Þetta er fólki frjálst að gera það sem það vill en ef það hefur að því tekjur þá ætti það að borga allavega sanngjarnan skatt af því eins og aðrar atvinnugreinar gera. Akkurat, kannski áfram með Airbnb. Sérðu fyrir þér að þetta gangi eftir og verði þá færri Airbnb væntanlega. Mun það að einhverju leyti skila sér þá aftur til þeirra sem vilja langtíma leigusamninga og eða bara íslenskra leigjenda hreinlega? Já, ég held ef við færum fókusin á Airbnb þá er það mjög staðbundi vandamál eiginlega bara við miðbæ Reykjavíkur. Það er náttúrulega verið að leigja út Airbnb-eignir allsstaðar á landinu en það er ekki verið að þrýsta jafn mikið á húsnæðismarkaðinn þegar það er einhverjar eignir út í sveit sem að eru á fallegum stað og ferðamenn vilja gjarnan vera á en eru kannski ekki hentugar sem langtíma húsnæði. En það liggur alveg ljóst fyrir að margar litlar eignir í miðbæ Reykjavíkur eru notaðir í skammtímalegu og gætu nýst sem langtíma heimili fyrir fólk sem er annarkvort á leigumarkaði eða eignamarkaði. Þannig ég tel að geti alveg haft áhrif á markaðin í Reykjavík þrátt fyrir að kannski heilt yfir séu ekki risastór þessi áhrif. En heldur þið ekki eftir að breyta, ég meina ef þú þannig að breytir ónýtilega forsendunum að vera með svona marga skammtíma leigjendur og borga ákveðin skatt eftir því og vera í svona þeirri búblu og vera svo orðin leigusali með heimilishald einhverja fjölskyldna til langstíma?
Jú, og þetta eru kannski ekki endilega sama fólki sem vill standa í því. Nei. Og heldur þau þá að það verði bara hérna frambúð af litlum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu? Sko, mér finnst svona fljótt á litið þessar aðgerðir sem eru kynntar í húsnæðispakkanum, bæði það að það sé skattur á söluhagnað, það eru minni skattaafsláttur af útlegu íbúðarhúsnæðis og svo einmitt þrengingar af skammtímaleigu. Það er svona miða allar að því að það er ófísilegra að vera í einhverju braski með auka íbúðir. Þannig að ég tel að með þessu, og ég held að það séu sko markmið stjórnvalda, að með þessu þá séu að reyna að breyta samsetningu leigusala á markaði. Þannig að hvort sem þessar Airbnb íbúðir kannski verða bara seldar og keyptar af einhverjum fyrstu kaupendum eða þá af einhverjum stærri leigufélögum sem að sérhæfi sig í þannig starfsemi og ætla að vera þarna til lengri tíma. Og hvoru tveggja held ég að sé gott fyrir húsnæðisöryggi. Þar að segja að þá getur fólk búið þarna lengur í þessari eign. Og það er annað sem að mér var svo áhugavert og það er þetta með byggingaeftirliti. Ég veit ekki hvort að þegar byggingareftirlit því er þannig háttað að það er bara einhver byggingareftirlitsfulltrúi sem sinnir þessu. Þá útvista þessu í einhverja aðra aðila sem eru þá væntanlega ekki ríkið. En mun þetta ekki koma til með að hafa bara einhverjar afleiðingar á bara svona, hvað ég veist að, standard eða þú veist, verður einhverjar að fylgjast með þessu raun og veru? Sko, fyrst vil ég nefna það er fólk sem er betra aðeins en ég í HMS og fólk sem er unnið góða vinnu í að leggja fram þessar tillögur og það eru vel útlistaðar á heimasíðu HMS. Skýrslan heitir Vegvísir að breyttu byggingareftirliti og þar er nákvæmlega farið yfir það af hverju við erum að leggja til þessar tillögur. Það virðist vera þannig að eftirliti núna er bara frekar lélegt. Við höfum ekki góða yfirsýn yfir galla sem eru í byggingum og það er greinilegt að þetta er ekki að virka sem skyldi og því komum við með þessa tillögu að þetta séu óháða skoðunarstofur og mjög mikilvægt að þetta séu óháðar líka. Þetta er ekki sami maður sem getur byggt eigin íbúð og haft sinnt eftirliti með henni. Nei. En við teljum þetta munu auka byggingar eftirlit og munu hækka standardin í byggingum og draga þannig úr göllum. Þannig að hvaða skoðanir fólk hefur á þessum tillögum, þá held ég allavega að ef að eftirlitið batnar og byggingagöllum fækkar, þá munum við allavega koma í veg fyrir mjög mikinn kostnað sem að fólk verður fyrir á lífsleiðinni vegna þess að það er einhverjir gallar eða faldir gallar í íbúðum sem að kaupir eða býr í. En mér finnst svo mörg í þessu samtali að því að við erum að tala um híbýli fólks, við erum að tala um mannréttindi og að eiga þak yfir höfuðið og þar fram undir götunum og mér finnst persónulega finnst mér það oft gleymast í þessu samtali og þú ert líklega sammála því og vinnur í þessum geira og í kringum fólk sem er ýmist í vanda eða greina þann vanda. Já. Ertu sammála þessu að við séum svona þetta erum við í einhverjum svona áhættu aðgerðum í þessum pakka? Fullt af þessum aðgerðum eru mjög nýjar og að vissuleyti þá er það einhver áhætta fólkin í því, við vitum ekki alveg hvað áhrif það hefur og það maður kannski getur skynjað það í umræðinni að fólk svona að reyna að átta sig á því hvað áhrif þetta hefur allt saman en þær eru pólitískt litaðar, það er einhver stefna í þeim og það er ekki hægt að segja að þetta sé lítill pakki, það er stór og hefur miklar örugglega einhverjar afleiðingar allavega en ég held að þetta sé, það má alveg segja, það er einhver áhætta fólkin í þessu og maður veit ekki hvernig það ver eins og þú segir réttilega, þá er fólk margir í vandræði með húsnæði og húsnæðiskostnaði sinn og það er staðreynd að húsnæði er mjög dýrt á Íslandi og það eru margar ástæði fyrir því en ef að og nú held ég áfram að segja en þessar og það er hægt að bregðast við stjórnvöld geta brugðist við með tvenns konar hætti til þess að lækka verð.
Það er annarkvort með minni eftirspurn eða meira framboði. Og meira framboð, það er meiri uppbygging og þau kynntu þetta verkefni í Úlfarsárdal og ætla að leggja kraft í hlutdeildarlán og stofnframlegum. Þetta er allt svona framboðsaðgerðir. Og svo er það þessi minni eftirspurn og það er farið eftir fjárfestunum. Það er að segja reynt að gera þeim erfiðara fyrir að kaupa íbúðir. Þannig að þetta hefur mikinn potential í að lækka húsnæðisverð á Íslandi, bæði með framboðs- og eftirspurnar aðgerðum. Ég held að ég ansi margir allavega svona í mínu nánasta umhverfi, svona fólk á mínum aldri og yngra, fólk sem hefur með lítið börn og annað, það er svona, það lítur til þess að sem að kannski, það treystir þess ekki beint, ég getum bara sagt það sem svo, og ég held að einmitt þær áhyggjur séu vegna að það eru svo mörg ef þarna og það eru engar aðgerðir sem að snúa að heimilunum akkurat núna. Fólkinu sem er á leigumarkaði eða fólki sem er að ströggla með erfið lán, fólki sem að er bara hreinlega í ykkur lánafristingamálum og þar fram til götunum. Hvernig ætlir þið, eða þú veist, ætlar HMS til dæmis að bara beita sér svona aðhaldi hvað þetta fólk varður og bara nútímann? Sko, að því að vandamálin eru mjög mörg á húsnæðismarkaði akkurat núna. Mjög mörg og það er líka einn svona einn vandinn við það að ræða húsnæðismál. Þetta er svo margþættur vandi að maður veit ekki hvar maður á að byrja. En ef við tölum vandan akkurat núna, þá höfum við mjög miklar áhyggjur af lánamarkaðinum og fyrstu kaupendur og tekjulágir sem eru að reyna að taka húsnæðislán. Staða þeirra hefur versnað töluvert. Og það er margt sem að hefur gerst núna á síðustu vikum sem að hefur leitt til þessa eða síðustu misserum. Fyrst og fremst er náttúrulega bara það að vextir eru rosalega háir og hafa verið lengi og það er mjög sárt og sérstaklega fyrir það tekjulág. Þessi greiðslubyrðarhlutföll eru líka, þeim bitna langmest á tekjulág og svo er það Evrópureglugerð sem heitir því skemmtilega nafni CRR3 en það sem hún gerir er að hún segir bönkunum að stærri lán, það er að segja lán með meiri veðsetningu eru dýrari, þau eru áhættu meiri og þess vegna ættu það að vera með hærri vöxtum og það eru náttúrulega fyrstu kaupendur sem að taka helst þessi lán og svo að lokum er það vaxtamálið stóra. Það er að segja margumtalað vaxtamálið, það sem að núna eru skilyrði lánveitingu, sérstaklega verðtryggðra lána í einhvers konar óvissu. Við þurfum bara að bíða og sjá þessa vikuna hvernig því vindur fram, vegna þess að ef að Seðlabankinn getur komið með einhver viðmið sem að bankarnir taka vel í, þá vonandi getum við bara séð ný verðtryggð lán koma fram á næstu dögum eða vikum. En ef það gerist ekki þá eru fyrstu kaupendur og tekjulágur í mjög slæmum málum. Þannig að það sem ég finnst brýnast að gera akkurat núna það er að taka á þessum vanda, losna við upplýsingaóreiðuna á vaxtamarkaði og svo veit ég að Seðlabankinn hann er líka að fylgjast með þessu og hann þarf að gera það og mun taka sínar ákvarðanir vexti og rýmkaði eitthvað fyrir helgi sem ég kann ekki nefna? Já, skilyrði sem að Seðlabankinn setur það að hámarksveðsetning fyrstu kaupenda má núna vera fyrstu kaupendum með núna taka 90% lán en það er ekki það sem að stoppa fólki að koma á marka en það er þetta greiðslubyrðarhlutfall að láni mig ekki vera nema 40% af greiðslugetu fyrstu kaupenda. Það sem Seðlabankinn gerði líka er það að hann gaf bönkunum undan þá þannig að 10% allra lána mega þurfa ekki að fylgja þessari reglum og er svolítið að senda skilaboð til bankana að segir þið vitið best hvernig lántakendurnir eru og hverjum þið getið gefið auka séns. Við heldum að þetta sé samt þetta er ekki stórar aðgerðir, þær hafa ekki mikil áhrif en þá er þetta þessi þröngu skilyrði. Jú, ok, það voru 5% sem fengu undan þá og nú er það 10%, þetta er eitthvað smá en þetta breytir ekki stöðunni en þetta er kannski líka sendið við skilaboð að Seðlabankinn er að fylgjast með og hefur áhyggjur af þessu. Þannig að það eru margir í starthólunum en
akkurat núna þá mjög erfitt fyrir fyrstu kaupendur að kaupa sér sína fyrstu íbúð á góðum kjörum. Og þeir eru festar á leigumarkaði? Margir þeirra, já. Og þar bara svo við förum aftur í leigjendurnar aðeins og aðgerðir svona í þágu þeirra. Bara þú persónulega bara svona sem hagfræðingur og fagaðili, hvaða aðgerðir sér þú fyrir þér sem bara gætu, bara laga þennan vanda leigjenda strax? Það væri, við erum að tala að leigjendur eru að borga 30-35% of háa leigu með, séður með við hinn Norðurlöndin og hvernig getum við bara tekist á við þetta? Því að fólk á leigumarkaði talar það og leigjendasamtökin tala mikið það að það hreinlega að slegast. Þetta nefnilega stóri vandinn. Fljótvirkasta aðgerðin bara hækka húsnæðisbætur. En við vitum það til lengri tíma. En einhver segir það einmitt að akkurat að húsnæðisbæturnar fari, þær séu rauninni ekki, þær hendi leigjendum ekki vegna þess að það rauninni hækki bara leigjum. Á endanum lenda þær í vasa leigusala. Akkurat. Og þetta hefur verið freistni vandi hjá stjórnmálalega fólki að bara hækka húsnæðisbætur. Það hefur fljótvirk áhrif, en þetta eins og þetta bara mjög skammgóður vermir og mun ekki, við höfum greint þetta hjá HMS og áhrifin af hækkun húsnæðisbóta eru yfirleitt farin eftir svona 1 ár. Þannig að þá maður aftur komin á stað númer 1 og ef þú heldur bara áfram að hækka hverju ári þá hækka bara leigun endalaust. Þannig að þú spyrir bráðaaðgerðir. Það nefnilega stóri vandinn að bráðaaðgerðirnar á leigumarkaði eru flestar í þessa áttina. Leiguþak þar annar, það mjög auðvelt að bara setja leiguþak núna tæknilega séð. Stóri vandinn sá að eftir 1 ár gætu kannski færri íbúðir verið á leigumarkaði og fólk sem komið á leigumarkað með leiguþak og verndaða leigu og þannig bara borgar svona eðlilegan eða með lægri húsnæðiskostnað vill ekki flytja, þrátt fyrir að kannski hefði tök á að kaupa íbúð en það að greiða svo lága leigu og kemur þannig í veg fyrir að aðrir komist inn á leigumarkaðin. Það svona hindrar þessa framrás. En þá ætti þá ætti ríkið, sveitafélögin og óhagnaðardrifnu leigufélögin að geta komið svolítið og stutt við. Jú, og þetta allt saman langtíma aðgerðir, óhagnaðardrifnu leigufélögin og félagslega leiguíbúðir. Ég tel að við þurfum að fjölga þeim. Það eru 7.000 fjölskyldur á biðlistum eftir slíkum íbúðum sem eru utan hins hagnaðardrifna leigumarkaðar. Og ég tel að það að þurfa að byggja í samræmi við það. Það tekur tíma að byggja, en það langtíma aðgerð sem skilar árangri. Á meðan skulum við vona að þessi leigubremsa sem ríkisstjórnin vill setja á, það að segja að banna leiguhækkun til fyrstu 12 mánaðana hafi tilætluð áhrif og hún veitir náttúrulega leigjendum allavega einhvern fyrirsjáanleika. Það veit hvað að borga fyrst næstu 12 mánuðina. En 12 mánuðir svo lítill tími. 1 ár, maður veit það bara sjálfur hvað, maður skrifur undir leigusamning og áður maður veit af þá maður eftir komin í annarkvort eitthvað svona óvissu ástandi eða þá maður skrifar aftur undir til 12 mánuða og það líka annað sem að mætti líta til í þessu samhengi og það að skammtíma leigusamningar versus langtíma leigusamningar. Skammtíma leigusamningar eru náttúrulega 12 mánuðir. Þeir ættu bara að heita það. Ég held að stofnframlagakerfi sé besta leiðin til þess að búa til öruggan leigumarkað. Við vitum að það mun alltaf fólk vera á leigumarkað á Íslandi og það mun vera tiltölulega stór allavega ef að við verðum svona mikið. Það er svo gott að hafa valið, Já, það er mjög gott að hafa valið og líka gott að hafa það öryggi að vera ekki hent út af þessari leiguíbúð eftir nokkra mánuði þess að leigusamar ætlar að selja hana og þetta getum við gert með því að auka stofnframlög og hafa mjög svona fyrirsjáanlega svona fjárveitingar þar og að þessi óhagnaðardrifnu leiguíbúð geti byggt meira. Já, þá þakka ég bara kærlega fyrir Jónas Atli Davíðsson Gunnarsson, ég stendur Davís hérna hjá mér, ég hef gert villu hagfræðingur hjá HMS, þakka kærlega fyrir að koma hérna og svona stikla á stóru varðandi leigumál og þennan húsnæðispakka sem að hefur nú svolítið litað helgina allavega og
og síðustu daga. Ég þakka fyrir og ég bið ykkur að bíða augnablik, það meira hér handa auglýsingar. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, það eru hörmungar atburðir í Súdan, eins og kannski mörg undanfarin misseri, en verið fréttir af því svona undanfarið sem við höfum sagt hérna frá á samstöðinni og við fórum að leita að fólki sem geti frætt okkur þetta ástand sem að þarna og við fundum Pál Ásgeir Davíðsson, lögfræðingur sem hefur áratuga reynslu af störfum fyrir Sameinuðu þjóðirnar og aðrar alþjóðlegar stofnanir og þú starfaðir í Súdan á sín tíma og Darfur. Það passar, ég gerði það. Þannig eitthvað leiði síðan en maður var það alveg á mjög áhugaverðum tíma. Fyrst starfaði fyrir það sem hét UN High Level Panel on the Referendum in Sudan. Þetta var pólitískt apparat til þess að styðja atkvæðagreiðsluna sem varðaði aðskilnaðan Suður-Súdan frá Súdan í kjölfar átakana sem var ríkt á milli Suður-Súdan, kristna þar og múslimska meirihlutans í norðri. Svo kom ég aftur til Súdan og þá var ég að leiða verkefni Sameinuðu þjóðanna móttekninni samanlega sín það hvernig þetta stuðlaði uppbyggingu réttaríkinu í Darfur og ég færa verkefni sem þetta varða frá friðargæslunni yfir á þróunarstofnanir Sameinuðu þjóðanna. Og svo kom ég síðar sem ráðgjafi 2018-19 og þá var ég að vinna fyrir UNICEF að skoða verkefni í rauninni Súdan, stjórnvaldi í Súdan, hvernig þau halda utan börn sem komast í kast við lögin. Og einmitt mjög áhugavert það var bara sorglegt að hafa verið þarna og hafa fundið það vilja sem var til 2011 til að virkilega breyta og fara inn í nýja tíma og þarna í Darfur þar sem var virkilega áhuga að reyna að byggja upp og koma á öryggi sem byggir ekki á hervaldi, heldur á réttlæti. Og svo seinna það að vinna bara með stjórnvöldum, mjög samstarf með stjórnvöldum og UNICEF í að skoða svona ákveðið núans, bara börn sem komast í kast við lögin, hvernig þetta tryggja það að þeim verið ekki hendi í fangelsi og verið partur af samfélagi. Hver ástandið í landinu í dag? Það grafalvarlegt og fáránlegur svona samanburður að það eru ófáir sem segja að svona ákveðin lýsing til að koma fólki skilning hversu alveg ástandið að ástandið þar margt miklu verra heldur en í Gaza og þarna eru fylkingar að berjast og annars er það sem heitir Sudan Armed Forces sem eru stjórnarherinn gegn Rapid Support Forces, við getum kannski farað aðeins í það eftir, en það eru tvær fylkingar sem berjast, það eru ekki bara það síðust einhvern veginn hugmyndafræði eða trúarbrögð, þetta er bara spurningum að ná valdi og þarna á milli eru borgarar, það eru talað einhverja 13 milljónir eru komin á farasfæti út af því að hafa mist heimili sitt út af átökunum. Það er að vera einhverja 4 milljónir bara á þessu tölum, þetta eru heila þjóðir orðin flóttamenn og þúsundir sem hafa verið drepin og það lýsingar sem eru af ofbeldinu eru hræðilegar, bara núna síðast í tengslu við það að þessi Rapid Support Forces RSF eru náð tökum á El Fasher sem er höfuðborgin í Darfur það bara ráðist á barnaspítala ítrekað, fólk drepið, það er bara aftökur út á götu. Þetta er alveg... Og við sögum frá því að þið sést úr kerfinöttum, hvernig blóðið litaði í sandinn. Já, þannig að þetta er alveg ofsalega hræðilega átök, það er alveg óbeislu, það er langt síðan fyrst mér og maður er búin að vera á mörgum átakasvæðum sem hefur séð svona hræðilegt ofbeldi verið beitt gegn óbreyttum borgurum og þannig ófáir sem að lýsa þessu bara við þjóðamorð, skilja glæpi gegn mann og mannkynni og og þetta bara fer fram
Og það sem svo magnað að ef maður ber þetta saman við sko, náttúrulega því miður búin að vera 5-6 stríð á þessu ríki frá sjálfstæði og sorglegt að svona magnað, í raun sorglegt magnað að bera þetta við sko, þjóðumorð sem var þarna sem hófst með átökum 2003 í Darfur. Það sem að stórstjörnur komu fram eins og George Clooney og voru virkilega að koma þessum skilabóðum áleiðis. Núna heyrist valla af þessum hræðilegu morðum sem eiga sér stað. Þetta er það sem kallaði týnt stríð. Þetta er algjörlega týnt stríð og kannski svona ákveðin mynd af því sem að gerast í heiminum í dag. En hvað veldur þessari grimmd? Er það kannski grimmd fylgir alltaf stríði? Já. En þú lýsir þessu svona eins og þessu linnulaus hefndarmorð þar sem verið að drepa venjulegt fólk, börn og fleira. Svipað gerast kannski í Gaza, þannig að hvað það sem drífur áfram það að ef þetta ekki ólík trúarbrögð, ekki ólík pólitísk sýn, þetta eru fyrirverandi Samherjar. Já, það einmitt það sem svo áhugavert sko. Og sorglega kannski líka án þess að kannski kunna á því gert tæmyndi skil á því að þá þetta nokkuð þættir sem að koma að inn. Sagan skiptir alltaf máli og þessi svokallaðu Rapid Support Forces voru Janjaweed. Þetta í rauninni voru bara herskárhópur sem var í Darfur sem að þáverandi einvaldur Bashir gerði að sínu málaliðum. Þannig að það sem að gerist til að berja niður uppreisn í Darfur. Nákvæmlega. Þannig að það sem að gerist að það var þarna uppreisn kringum 2003. Það sem að gerist það allt stjórnvald, allir auður í Súdan rosalega ferbúið mikið í miðjuna þannig að það sem á jaðrunum eins og Darfur var bara vanrækt. Svo kemur nú þetta allt með loftslagsbreytingar, þurrkur, þannig að verður mikil örvæting og fólk fer að grípa til vopna til að láta í sér heyra. Og hið miðlæga vald, bara stjórnvöld höfðu ekki getu til að berja þetta niður og bara grípa til þess ráðs að virkja vopnaða hópa, Janjaweed, til að berja niður þetta vald. Þannig að við erum alltaf að sjá þessa endurtekna á þessu ferðlega, það fólk ósátt vegna að það hefur ekki demokratiska leiði til að koma sínu rödd á framfæri, þá grípa til vopna og í staðinn fyrir að hlusta á fólki og reyna að finna einhverja leið til að mæta þeim að þá beitt ofbeldi. Og þarna var og ofbeldi sem frá eiginlega hópum sem heyri ekki undir stjórnvöld, þetta er gefið frítt spil eiginlega. Já, þannig að þetta er bara eins og stjórnvöld fengi bara einhverju klíku til þess að berjast gegn einhverju annari klípu. Þú myndi gefa vopn og verju til þess og þá ertu náttúrulega að grafa undan einingu ríkisins og einhvern veginn að heimila beitingu þessa valds. Út úr þessu verður síðan hópur sem verður bara velskipulaður í þeirra DNA það að beita ofbeldi og þá mjög mikið gegn minnihlutahópum, þetta eru arabahópur, þá beita ofbeldi gegn ýmsum minnihlutahópum sem eru þannig og það þessu hópur sem núna sem getur bara beitt sér með óbeislegum hætti í Darfur. En hvað þetta þá? Eru þeir að vinna landsvæði og eru þeir að byggja upp sitt eigið ríki eða þetta ræningjahópur eða hvað? Þannig held ég sjálf mikið að skilja það hvernig dýnamík sem kemur og það svona mikið að skilja að þegar maður sér þessa myndir þá sér maður einhverja leita og fólk að vefa byssum og einhverju fánar skilur og þetta virðist vera bara Afrikabúar enni skipti að berast á banaspjótum það er eins og þeir kunni ekki neitt en í raun það sem að gerast það að þetta er bara skáktafl þetta er bara bardagavöllur ýmissa velda sem að beita sér þannig að sem eru með utanakomandi sem eru með afskipta þessu. Nákvæmlega. Þannig að ef við skoðum þannig það náttúrulega oft þegar það verða svona uppristur og svona þá er það vegna þess að við komandi fá eitthvað stuðning annars staðar frá. Að þegar við förum úr einpóla heim í margpóla heim þá getum við kannski séð fram á meiri af átökum inn í til dæmis í Afrikuríkjunum. Já, það er einmitt þetta sem að maður hefur óneitanlega áhyggjur af. Það er að í margpóla heimi þá myndast fleiri átakalínur og í heimi sem því miður við erum að þessa stefni í það sem að valdið fyrir að verða meira og minna óbeislað
að þá þessu bara beitt markvist. Já, en þú sagði RSF sem að varst að lýsa þeim að þeir er eiginlega svona flokkur, vopnaður flokkur sem að stjórnvöld beittu fyrir sig til þess að kveða niður uppreisn í Darfur. Getur þú lýst stjórnarhernum? Er hann kannski bara svipaður eða er hann þeir sem að reyna að koma lög og reglu í landinu eða hvernig það var að líta á hann? Sko, stjórnarherinn það er svona kalla talið vera hinn lögmæti her vegna þess að þetta stjórnarherinn. RSF var búið að hrekja það þá meira og minna út úr höfuðborginni Khartoum og mjög svo til austurs, þannig að við skoðum með landakorti, þá ertum með Darfur og það sem RSF mjög mikið í vestri, svona suðvestur og stjórnarherinn var búið að hrekja mjög mikið til austurs, bara nálægt því að bara ströndum Rauðahafsins. Þeir hins var byggðu sér upp öflug bandalög, ýmissa sérstaklega Egypta, sem að styrktu þá og svo komur fleiri eins og til dæmis Rússar og Íranir sem allir vilja ítök á þessu svæði og það gerði það verkum að þeir gátu byggt þessu styrk og ítt RSF út úr Khartoum og í dag eru aðeins skýrar átakalínur, þetta var svona eins og ákveðin mósaík, þar sem að SAF meira og meira, stjórnarherinn meira og minna með austrið og RSF meira og minna með Darfur og suðvestrið. Sko. Hvaða erlendu öfl styðja þá RSF? Já, það eru fjölmargar skýrslur, til dæmis frá Sameinuðu þjóðunum, sem benda bara ótvírætt til þess að Sameinuðu furstadæmin, United Arab Emirates, eru að styðja þá. Það sem að í húfi er gull. Það eru gríðarlega gullnámur, það eru skýrslur sem sýna að þarna gull að fara yfir $2 billion frá Sameinuðu furstadæmunum, frá RSF yfir til Sameinuðu furstadæmana og Sameinuðu furstadæmin, sérstaklega núna þessum viðsvöruðu tímum, það er sem að gull fyrir að vera eitt af því fáa sem er svona eitthvað öruggt að fjárfesta í. Aldrei verið verðmætara. Já, nákvæmlega. Það bara ýtir undir þetta. Og svo er það náttúrulega líka fleira að Sameinuðu furstadæmin hafa verið að fjárfesta í þessu landi. Sameinuðu furstadæmin standa fram fyrir því að olíuauður þeirra fer þverrandi. Þau vilja finna aðra leiði til þess að hafa ítök. Hvað í húfi í Súdan? Þú tala gríðarlega stórt ríki með mikla náttúruauðlindir, olíu og gull meðal annars. Þú hefur mikla stjórn yfir og aðgang að Rauðahafinu og þarna fer stór hluti af viðskiptum heimsins í gegn. Þannig að þú komið með stjórn á landi, á vatni, á auðafum og aðgang að viðskiptaleiðum, þá þú komið ansi mikið. Þannig að með því að styðja þessa hópa, hvort sem það stjórnarherinn RSF, þá þú komið með gríðarleg ítök í þessu landi. Þannig að þarna á milli eru bara borgar sem að líða fyrir þetta. En er þetta svona formlugur stuðningu frá arabísku furstadæmunum eða er það þannig að RSF hefur náð gullnámum og allir vilja græða einhvern veginn og þannig að þeim tekst að selja einhverjum aðilum í arabíska furstadæminu gullið sem kaupa það þá ódýrara og geta selta með meiri hagnaði á örthækkandi gullmarkaði. Þannig að eru þeir að reka sig sjálfur bara með þeim að geta losa sig við gullið að séu kaupendur að því? Já, þannig að Sameinuðu furstadæmin algjörlega neita þetta sé í gangi, en það eru til ansi margar skýrslur frá panel of experts hjá Sameinuðu þjóðunum sem bara benda til mjög skýrt að það er ákveðin tengsl milli. Og bara veltan á gullmarkaðnum í Dubai bara vex. Já, og þetta er eitt af sem setja sig fram, við erum bara eitt gullmarkaður heimsins. Og með því að hafa aðgang að ekki bara, við tölum oft conflict diamonds, það er bara konflikt átakagulli sem við fara aðgang að gegnum átakasvæði, þá ert að fá aðgang að í rauninni ódýrum náttúruauðlindum. Og þetta er eitthvað sem við sérum víða, hvað sem það er Súdan eða með Kongó, það sem að með því að viðhalda átökum, þá skapar fyrsta pólitísk ítök á landsvæðinu, þar sem að þú ert að beita þér. Öðrulega farið þú aðgangan náttúruauðlindum að vera að borga þér nokkuð skatt eða nokkuð sem að nýtist borgurum og þetta er ekki samkeppni sem byggir á hvað þau frá annum að fræra fyrir ríkið og hvaða þjónustu þú veitir. Þetta bara byggir á beinum ítökum og mútum og vopnum sem hún lætur átakafylkingar að fá. Þannig að það er eitthvað til sem að
bölvun í kringum náttúruauðlindir, resource curse, það er ríki sem hafa mikla náttúruauðlindir en léleg innviði verða bara átakasvæði. Það er bara kannski ber þetta saman við Noreg sem fann olíu kringum 1970. Þú veist, það gerist ekki í Noreg að Rússar kom inn og Bandaríkjamenn og fór að beita Norðurnormönnum og móti Suðurnormönnum til þess að tryggja aðgang olíunni. Norðmenn bara stóðu styrkir á sínu og bara til þetta er bara okkar og við nýtum það með okkar hætti. En á svæðin svo Súdan, þar sem að ofbeldi er bara viðurkennt norm, stofnanir eru veikar, það eru línur, átakalínur sem hægt að ýta undir, þá er þetta bara. Þannig að þetta er bara átt að hópa að komast sem næst auðlindunum og taka sitt svona kött af þeim, geta selta úr landi á ódýrara fyrir minna verð, heldur en að væri gert kannski ef þetta væri eðlilegt ríki. Algjörlega. En þeir fá alveg nóg þessir sem eru þarna í kring. Þeir fá nóg, átakafylkingar. Þau eru náttúrulega fyrst að fá bara aðgang að vopnum. Það er vopnabann á þessa hópa. En með því að finna sér einhvern sponsor aðila sem er til að nýta sér náttúruauðlindir, fá það fyrir lítið verð, og bara lætur vopna á móti. En hvað er í Súdan sem að gæti kallast, ég veit ekki hvað kallað, borgarlegt skipulag eða pólitískt skipulag eða fleira, er það bara þessar átakafylkingar og svo er almenningur eiginlega valdalaus og hefur enga farvegi fyrir líklega vilja sinn til þess að koma á einhverju réttlátara samfélagi. Já. Öll saga Súdan mótast af ákveðnum innræði eða hernaðarhyggju. Þannig að bara hvað var það, 56 að það verið sjálfstætt, einhverjum 8-9 árum eftir þá er einvaldur komin á fót sem að stýrir allt eftir sínu höfði. Þá ertu náttúrulega leið búin að draga úr öllu sjálfstæði stofnana, það er lítið borgarasamfélag, þetta er ríki sem var meiri svo tímu nýlendunar skipta milli Egyptalands, Ottomana og Bretlands, þannig að það var strax ákveðin skipting. Einveldir eiginlega hugsa aldrei hvernig þú byggir upp innviði, þannig að Súdan einkennist mjög mikið af því að það er lítið léleg innviði, veikbara stofnanir og náttúrulega margir hópar sem er að berjast í bökkum. Svo tekur við Bashir sem er herrvæði samfélagið og mér fannst það bara mjög áhort þegar ég var að vinna þetta til dæmis að skoða bara aðgang barna í réttakerfinu og ég bara virkilega, mér fannst mjög flott margt af því sem fólki í Súdan var að gera en bara tölur voru að sýna 70-80% af þjóðutekjum var að fara í öryggisapparat ríkisins og meginþorrinn sneri ekki að byggja upp hervagn gagnvart utanaðkomandi ógn, heldur til að halda fólkinu niðri en ekki menntakerfi, réttakerfi og annað sem byggir upp gott samfélag. Þannig að það er engin svona grunnkerfi samfélagsins nema bara her og lögga. Já, og það er svona einhvern veginn búið að vera óbúslega lengi og her og lögga sem á allt sitt undir einhverjum einvöldum og svo ertu líka búin að gera eins og við nefndum að náður og þú ert með vopnaða hópa sem voru bara gefið nákvæm heimil til þess að gera það sem við vildu en auðvitað er mjög magnað til dæmis það sem gerist þannig 2019 það sem bara fólk rís upp og steytir Bashir af stóli það var alveg magnað í vonum hvað? Já, það er alveg flott, ef þú raun skoðar þetta ferli og raun, þetta ferli, þetta ráð sem var sett upp, þetta Transitional Council sem var sambland af borgaralegri og hernaðarlegri aðilum frá bæði hernum og frá borgarasamfélaginu. Og herinn er þann inni vegna þess að hann er eina skipulagða systemið sem er til. Já, það er það, en líka vegna þess að þeir áttu stóna þátti að þetta myndi gerast. Þessi tveir aðilar, þeir tóku höndum saman í að steypa Bashir á stóli, þannig að þar lá valdið líka. Ég nefndi þetta bara vegna þess að fyrir okkur Íslendinga vægi hersins í svona samfélagi er ekki bara stærð hersins, heldur að það er ekkert annað. Það er ekkert engin verkalýsfélög eða stjórnmálaflokkar eða sem er nöfnum tjáir að nefna. Eða meðliðinlega stofnanir sem að stýra ríkina af einhverjum heilendum. Já. Og þá var væntingin hver? Og þá var væntingin þegar það var bara
þetta svona þessi, út úr kennslubókinu margt sem að var sett hann upp, það var bara hugmyndin að reyna innleiða þessa stríðandi fylkingar í einn her sem alveg grundvallaratriði, þú vilt ekki að þessu ólíki flokkar undir mismöndi strúktúr, undir mismöndi fánum að labba með vopn í landinu, þannig að það var eitt. Annað var það að færa smá sem að valdið yfir til borgarana og og annars sem tókst í tengslu við þetta var þetta Juba Peace Agreement, það sem að margir hópar sem voru að berjast, sko við erum búin að tala þetta ákveðna átaklínur, en það eru mjög víða á svæðinu, sko, Kordofan og fleira, þannig að reyna að leiða þessa fylkingar saman í ákveðnum friðarsamkomulagi. En ég menna, hvað var strax 2019 þetta og það er bara nokkuð mánuðin setna sem að þetta fellur og það er vegna þessi tveir aðeinar bara hafa ólíka sín og annar gerir sig grein fyrir því að hann var að tapa öllu sinni valdi og grípa þá bara til vopna. Og enginn ekkert vald yfir til þess að töktu til eða neyða menn til þess að ganga samkomulagi? Nei, en þetta kemur einmitt aldrei stór spurning hvort að alþjóðasamfélagið hafi ekki gert mistök. Vegna þess að það má alveg játa það að þegar þetta gerist þá kemur aldrei öflugur stuðningur inn, bæði í formi peninga og Sameinuðu þjóðirnar sett á fót svona politískt mission til þess að reyna að styðja þetta ferli. En sko það er tvennt sem gerir sem maður má svona aðeins velta vöngum yfir og það er annars vegar það að í rauninni mest allir peningu var bara lofað fyrirfram. Það var sett sko sérstaklega frá vestrænu þjóðum að hefði þú veist, til þessi fáið þennan pening þá þarf þetta að tengjast ákveðnum umbótum en svo var því í rauninni ekki fyllt eftir, það var eiginlega bara lofað. Gölfríkin, þau bara litu peningina hendi. Þannig að það þýtti að þú gast bara komast upp með það sem þú vildir vera og þú tapar þessu pólitíska vægi sem þú hafðir. Og auðvitað með því að aðilar sem hefur verið að beita hervaldi, þar og með að gegn borgurum í sko þessari byltingu gegn Bashir, bara fengu þarna sæti í æðstaráði. Þannig að það var ekkert í raun sko réttlæti sem var þetta bakvið. Þannig að sko það tapaði svona ákveðin rammið þrýstingur sem hefði geta haldið þeim saman þar til að hefði mögulega geta komið að stað þeim ferlum sem að þó þeir voru meira meðal sammála sko. Þannig að þegar þeir bara sáu fram á það heyrðu við getum bara gripið til vopna aftur og nú bara fyrir spurningu hver ræður. Og síðan þetta búið að vera þannig? Síðan þetta búið að vera þannig. Og með mikilli grimmd? Með mikilli grimmd, það er það sem er svo óungarlegt og það er þetta sem við erum að sjá ekki bara þarna í Súdan heldur annar staðar. Það sem að sko þeir sem hafa valdið eru farin að beita því alveg óspart. Þannig að svona þessar grundvallar reglur mannúð og hvernig þú beitir valdi í átökum og svona, þetta er bara að fara út af gluggann sko. Og akkur er það vegna veikleika alþjóðakerfisins eða fólk upplifir að það sé enginn að fylgjast með eða hvað, akkur erum við að versna sem mannskepnur? Ég held að mannskepna sé alveg svo sama og við hefum ofsalega margt fallegt, ég er nú einn af þessi trú alltaf á hvað mannskepnin er góð en ég hef líka séð það svo ofta að þegar þú mótar kerfi, hvað sem það er sko enga geiri sem gengur bara út á græðki eða hervald að svo lengi sem þú hefur það sko án nokkurar einhverju eftirlits, einhverju umsjónar, einhverju ramma sem að móta hvernig þú beitir valdinu þá verða bara óbeislað. Þannig að það sem er því miður að gerast núna er það að það vægi sem alþjóðakerfið þó hafði í að fylgjast með beita ákveðnu pólitísku og jafnvel hernaðarlegu mótvægi við misbeitingu valds, það er meira menn að fara út á gluggann. Á hverju? Bara út af niðurbróti alþjóðakerfisins meðan annars út af Ísrael og Bandaríkjunum sem að stoppa allt? Já, það eru mjög margir þættir sem koma inn. Það er náttúrulega niðurbróti alþjóðakerfisins og þetta er rosalega áhugaverður tími núna að sko það er ekkert að neita því að þetta alþjóðakerfi sem að hefur rauntryggt dálítið sérstakt tímabil í mannkynssögunni þar sem að þjóðir heims hafa meir og minna viðhaldi friðin og hafa meir og minna viðurkennt að sé einhverja reglu sem móta alþjóðlega samskipti og ég þreytist ekki á að endurtaka þennan punkt sko í mannkynssögunni hefur reglan verið svo ef að þú hefur vald
þá gerir það sem þú vilt. Og eina sem að heldur aftur vald mótaðalans. Og þú gerir það sem þú vilt við þína borgara. Þetta öll mannkynssagan. Þetta eru kerfi, það sem að sko, það að beita valdi, beita ofbeldi bara modus operandi, það bara viðurkennd leið til að gera hlutina. Það sem að gerist eftir seinni heimsstyrjöldina að ríki heims koma saman og segja, heyrðu, við skulum reyna að forðast þriðju heimsstyrjöldina, við skulum móta ákveðnar reglur, hvernig við ætlum að hafa hlutina og við skulum móta kerfi, Sameinuðu þjóðirnar, sem að gera okkur kleift að takast á við sameiginlegar áskoranir. Þetta alveg magnað og út af þessu ferli kemur henni tímabil þar sem að við til dæmis í Evrópu höfum bara búið við frið, meir og minna, sko. Og það hafi verið innri átök, það hafi verið einhver átök á milli ríkja, en þetta bara eins og hérna á Íslandi, sko, þú veist, það lög og regla þó glæpisíðu framdir. En nú þetta kerfi sem slíkt, nú stendur það á brauðfótum. Og það aldrei sérstakt að sko, það ríki sem að komði á fót, Bandaríkin, og var ákveðin kjölfesta í þessu, að draga úr svolítið kerfinu, ekki vegna skors á getu, heldur það bara þeirra ákvörðun. Og það aldrei sérstakt í mannkynssunum líka. Þannig að við stöndum á aldrei svona viðsjárverðum tímum þar sem að þetta kerfi, og mjög áhvert að fylgjast með ræðum allra þjóðaleiðtoga á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, núna þessu 80. þar sem að bara hver þjóðaleiðtogi fætur öðrum að segja, heyrðu, við erum hérna í umbreytingarferli og það skiptir öllu máli að við förum að beita okkur til að sko viðhalda og endurnýja það kerfi sem það annars förum bara aftur í gamla. Það ekki víst að sé vilji til þess að leita nýja kerfinu og svo að vera vilji þá ekki endilega víst að það finnist samkomulag það. Sko, það enginn sem fara meðal Kína sem hefur vilja til eða jafnvel getur til að stíga það sem að Bandaríkin voru. Þannig að við erum ekki að fara aftur í það. Og jafnvel þótt að demokrata tæki hérna við 2028, þá ekkert vissum að Bandaríkin fara inn í sama form að þau voru áður. Þannig að við erum ekki að fara í sama og var. En það mjög mikill vilji á meðal fjölmargra ríkja til að bregðast við ástundinu og reyna að endurnýja fjölþjóðakerfið. Og þú sér samtöl... Og þá kannski líka með sterkari stöðu suðurisins, eins og stundum að Já, þannig að það sko ástæðan fyrir að fjölþjóðakerfið stendur á brauðfótum ekki bara geopolítísk, skilur það sem að sko, það náttúrulega algjör breyting á valdahlutföllum, þá er það sérstaklega sko rís Kína og Bandaríkin hafa minna bolmagn, heldur líka bara kerfið var ekki séð sem réttlátt, það eru bara fjölmargar aðilar eins og í Suðurísi sem hafa ekki haft það pláss sem þau eðlilega vilja og svo náttúrulega bara algjör breyting á hvernig upplýsingum dreift, hvernig stríð háð og svo náttúrulega bara ákveðin skortur á trú á kerfinu, það ekki að takast á þessa fjölþættu áskorun kynni stendur frammi fyrir. En eftir að segja að það náttúrulega einhverjar rót þessar átaka inn í Súdan, en þessi átaka hefði ekki gengið svona langt nema vegna veikingar alþjóðakerfisins. Já, það er náttúrulega dýnamík. Það er ekki hægt að svara þessu, sko. Hefði þetta gerst svona fyrir 30 árum? Já, en ég raunverulega að spyrja því, sko. Já, ég get ekki svarað já og nei. Þú kannski bara svona bent á nokkra hluti. Eitt til mig sem er áhugavert í Afríku það að sko, það ákveðin svona dýnamík sem í gangi. Og bara einföld dýnamík, þú ert með aðilar sem að rækta landið, bændur, sem hafa ákveðin aðgang að vatnsbólum á jarðlandi og svo aðrir aðilar sem eru hirðingjar sem koma inn og lenda í ákveðnum átökum við þeim. Við sjáum átökalunum mjög oft eftir þessu. Svo geta líka verið ethnic. Sagt dæmi í Rúanda þar sem að voru eiginlega útskýrð átökin út frá þessu. Já, það bara eitt dæmi og Súdan líka í raun annað. Svo geta líka verið ákveðin hvaða sko kynþætti til að trúarbrögð, en sko í gegnum söguna hafa Afríkubúar haft sína eigin getu til að leysa úr þessu málu. Sem það ættarhöfðingir sem koma saman, einhvers konar strúktúr, þannig að sko þið gætu bara að lifa saman í ákveðinu sátt og samlyndi og fundu út úr deilumálinn sjálf. Svo það sem að gerist að með hnattvæðingu, þá þessu hópar allir konum með vélbyssur. Þannig að sko nú breytast átökin úr því að það var hérna einn gaur sem kom að kannski nauðgað konu úr þínu træpi eða stál kú og við ætlum bara að setjast niður ættarhöfðingur að fást við það í að þá er hérna einn gaur sem kom að nauðga konu og skaut 20 aðra manns með einni vélbyssu. Þannig að sko allir verið dýnamíkin miklu meiri. Svo byrjar utanaðkomandi aðilar að hafa áhrif á það og
vegna þess að í grunninn eru stofnanir veikar, þannig að þessi træbalstruktúr, þessi ættbálkastruktúr sem var fyrir hendi, hann hefur ekki getað fást við þetta. Nútímalega stofnanir eru varla fyrir hendi sem við ræddum þannig að bara innri geta til að takast á við þessa nýju dýnamík þar sem allt flæða inn vopn og ekki bara það flæða inn utanaðkomandi áhrif sem að nærast og fá beina peninga og áhrif við að viðhalda átökunum. Þú hefur ekkit innanborðs sem að ræða við þetta. Það sem hefur aðeins haldið í skefjum að það kemur ákveð utankomandi afl frá alþjóðasamfélaginu sem að skoða hvað í gangi. Við beitum pólitísku valdi, við jafnvel sendum inn friðargæslu til þess að reyna að viðhalda átökunum með einhverju skorðum. Við jafnvel tökum þátt í einhverju uppbyggingu á stjórnkerfinu til að það byggjast upp ákveðin geta þetta. Nú stendur það á brauðfótum. Og það ákveðin þreita og skortur á getu í að fylgja eftir svæðum eins og Súdan. En þessi lýsing gæti verið miklu eldri því þú ert að lýsa ástandinu sem núna og veikingu alþjóðlegra stofnana. Við gætum sagt svona þegar tökum bara löndin í Vestur-Afríku, þegar þau verða sjálfstæð, þá það þeir sem leiddu sjálfstæðisbaráttuna sem oft kannski fólki við ströndina og í borgunum sem tekur við völdum. Og með svona ýmsar hugmyndir, kannski að þjóðnýta auðlindir og annað slíkt. Gerist ekki þá fyrir 3, 4, 5 árum seinna einhver liðhjálfi í hernum gerir byltingu, tekur það með stuðningi Vesturveldana sem áfram hafði fá að nýta auðlindirnar og raunverulega þessi vísir af einhverju svona uppbyggingu svona eðlilegs pólitísk umhverfis kæfð. Þetta gæti verið saga frá 1960. Þetta gæti verið það. Og mikið var þetta ekki alltaf bara Vesturveldin sem að gera þetta. Þetta utanaðkomandi aðilar. Vegna þess að það ákveðin svona formúla sem að háir uppbyggingu, ef við notum afskrifstu dæmi, að það eru mikla náttúruauðlindir og takmörku geta innanlands til að halda utanum samfélagið. Þannig aftur bara svona dæmin frá Noregi, þú finnur mikla olíu, það leiddi ekki til borgarastríðs vegna þess að Noregur hafði innviðina. Á Íslandi, ég meina þú verður að hafa öflugt samfélag, vegna þess að höfum ekki einhverja einfalda auðlind eins og olíu og demanta sem ættir að ganga. Þú þarft að hafa samfélag sem getur nýtt orkuna, þú þarft að hafa samfélag sem getur farið og róið eftir fiskinum. Þannig að þú hefur ekki og mættu okkur sem hafa kannski sterkara samfélag til þess að halda utanum almanna auðlindir svo við mistum þeir ekki hendur og örfáum auðmönnum. Gætu við sagt hér? Já, það svona dæmi veikleika sem við höfum haft. Við unnum landhelgisstríðið en mistum síðan auðlindina í hendurnar að fáum. Já. Og þess að ég ætla að fara að setja eitthvað samansammerki milli Afríku og Íslands. En það þetta, það þessi veikleiki sem í ríkjónum. Það getur verið, þegar þú talar samfélag, þá getur það verið traust samfélag í ættbálkasamfélaginu, það getur verið vel haldið utan fólk. Já, heldur betur. En það þessi struktúr af stærra samfélagi sem að þessum ríkjum hefur skort og þau hafa ekki fengið tækifæri til að móta sjálf. Og nýlendutíminn var ekki til þess að hjálpa þeim í að móta það upp. Nei, og bara oft gaggjað gróf undan stofnunum, skapað átrúnarsundrungu, Rúanda bara mjög gott dæmi það, Súdan annað. Þannig að þessi ríki fara allt inn í sjálfstæði með veika stofnunir, ákveðna sundrunguna ríkisins, sitja síðan á miklu náttúruauðlindum sem að utanaðkomandi aðilar hafa séð sér hag í að nýta og hafa séð að þau geta fengið auðvelt aðgangað með því að viðhalda átökum. En svo eru lönd þarna í Afríku sem eru miklu sterkar heldur en þetta. Súdan veikt land. Já. Og með margpóla heimi og meiri líkum af átökum auðlindir og eitthvað fleira, þá getum við búist við svona ástandi víðar meðan að alþjóðasamfélagið veikt. Já. En þá kannski ekki við alla Afríku. Nei. En það náttúrulega ákveðin hætta að þú reynir að færa í eina fylkingu eitt pól frekar en annan. Þú nefnir þeir sem eru utanaðkomandi. Þeir eru svona Norður-Afríku og Íran og arabísku fyrstadæmin. En hvað með Afríku sunnan Sahara? Hvernig horfir þetta hryllilega stríð, þessi mannúðarkrísa gagnvart löndum í kring? Er Afríkuráðið eitthvað að fjalla um þetta eða? Já, þetta einmitt áhugaverð spurning maður hefur séð ófáa
frá borgarasamfélaginu sem að segja af hverju við í Afríku ekki að bregðast við því sem að fólkið að þjást. Hvernig bræður okkur systur að þjást í Súdan. Og sko... Og samstæði í Afríku milli fólks eiginlega miklu meiri heldur en hjá okkur í Evrópu. Já, ég myndur ekki segja það á margan hátt. Þú gætir hitt mann sem að segja að ég Afrikani áður en að nefni landið sitt, sko. Já. Og náttúrulega því miður en það verður ofta að berast á bannaspötum líka, en það er svona ákveðin sameiginleg nálgun að vilja hafa sterkari rödd og hafa meira sjálfstæði og geta fundið sko eigin leiðir út af þeim krísu sem að hrjá þessa heimsálfu. Afrikusambandið hefur verið að beita sér eins og tóku þátt í friðargæslunni í Darfur. Þau hafa allir með skýra línu það að það ber að virða þau landamæri sem að hvort það heitir útipósitið sem sko reglan að þú virðir þau landamæri sem þú fékkst jafnveg frá nýlendu tímanum sem alltaf mögnu sín sem til dæmis verið notuð þess að gagnrýna Pútín sko, við erum ekki að fara að þvæla landamærin, við bara samþökkum það sem við fengum, það sökkar en við þurfum að vinna með það en það má ekki heldur neita því að sko Afríkuríki mörg hafa ákveðna hagsmuni af því það sem í gangi, eins og fyrir Egyptaland sko þetta ekki bara spurningum þú veist bara allt vatn sem að koma til Egyptaland kemur frá Súdan, það allt í húfi fyrir Egyptaland að það sé stjórn sem að situr við sem er stjórnvölin í Khartoum sem að vinnveitt Egyptalandi. Eða það sé engin nógu sterk stjórn sem að gæti verið óvinnveitt Egyptalandi. Það sé betra að hafa glundróða, best að hafa eitthvað sem okkar skítal, svo glundróði og svo skítal hinna það versta. Það einlega til að sjá það sko. En maður gæti haldið að það sé ekkert sem getur breytt þessu. Já, sko, sorglega það að sko núna á undanförnum áratugum þá hefur myndast ákveðin þekking sem var kannski ekki svo mikið fyrir hendi. Hún ekki fullkomin en það komin ákveðin þekking hvað þetta að gera til að draga úr mannlegri þjáningum í átökum og B til þess að reyna að ýta undir viðvarandi frið. Og ég menna, þú veist, horfa á okkur Norðurlöndin, þú veist, það er ástæður fyrir því að það viðvarandi friður hérna. Þetta ekki bara, við fengum eitthvað af Guði að ofan, þú veist, það ákveðin saga sem við gengið í gegnum, það ákveðin styrklegi stofnana sem einkennir okkar samfélög, það ákveðin social cohesion, svona ákveðin lím, samfélagslím sem límur okkur saman. Og það skapar viðvarandi ástæður fyrir frið. Vonægum, sko, það hefur haldið. Var ekki þannig. Við bárumst á barnaspjótum. Þannig að sko, þú veist, að það væri pólitísku vilji, að þá, fyrir að fyrsta, þarf að tryggja sko aðgang að mannúðaraðstoð sem er veruleg brotalegum á núna og það er ein ástæða fyrir við vitum svona lítið hvað í gangi, það bara sko 2003 og fleira, það voru fréttamenn og stjörnur og mannúðarsamtök sem gáttu farin í Darfur og gefið upplýsingar það sem var í gangi dagætti svo nefndir, það bara gerfinættamyndir sem að sýna. Þannig að sko það tryggja þennan aðgang, tryggja það að sé minni aðgangur að vopnum. Þetta er lykilatriði, að fólk hefur ekki vopnum verjur, þá það... Þannig að meðan að fólk hefur hag á því að fá gull á ódýruverði, sem ég get selt á háverði og ég borgaði með vopnum, það erfitt að stoppa það. Og svo dýnamík, það hefur verið hægt að stoppa það í gegnum söguna með því að setja eitthvað mótvægi. Já, þú ætlar að ýta undir blóðu átök Afríku sem að í raun hafa áhrif langt umfram, við skulum aðeins ræða það kannski líka eftir, hefur áhrif langt umfram, það ákveðin kostnaði sem fylgir því. Men það að beita þig efnahagslegum úrræðum, það að beita þig pólitísku þvingunum, það ákveðin kostnaður sem hefur oft fylgt því að vera ýta undir átök. En þá þarftu sterkt alþjóðasamfélags sem reiðubúið að beita sér. Akkord núna ertu með öryggisráðið klofið og meira segja sko Vesturlönd ekki talandi einni röddu. Skilurðu? Og svo náttúrulega bara komið líka ákveðin þekking, hvernig þú leiðir aðalega saman í að móta friðarsamkomulag, hvernig þú reynir að byggja upp stofnanir, þú veist, það sem einhvers langs tíma. En það heldur bara þegar viðkomandi hafa hagsmuni af því. Leið og hagsmunirnir koma, að ég græði bara meira á að viðhalda ófriði og þá get ég bara auðgast meira og
og ég bara, það er ekkert skemmtilegt líf sem þú ert að bjóða mér upp á sem fyrirverandi stríðsherra á eftirlaunum, ég gerði mig ekki það. Nei. Þannig það getur rofnað sko þegar hagsmunirnir verða ólíkir. Já, þess vegna þarf alltaf að hafa... Þú þarf að hafa goodwill, þegar það er ekki goodwill, þá er það að hafa ákveðna þinguna. Og það getur verið pólitískt og það getur verið en það er ekki, þú minnir að stóru löndin er ekki að beita sér í þessu að reyna að kæfa þetta með því að hafa þess áhrif á arabísku furstadæmin. Ég menn það er bara svo auglist, við vorum með alveg einsta tækifæri, þarna 2019, það sem í raun aðalar komu saman. Og þessi ríki sem eru núna íta undir átökin, þau voru að styðja þetta friðarferli. Þannig að það var ákveð einsta tækifæri þar til að reyna að móta meira viðvarandi frið, en það þurfti þess að samblönda því sem mást að segja, sem er það að þurfti með ákveðna mjúka þættu á ferli til þess að smám saman reyna að byggja upp, en þú þarftu að hafa aðhald með einhverjum þvingun aðgerðu líka gegn þeim sem að gæta með sagt, ég hef ekki hagað svo lengur. Nei, þú ert bara alltaf ítrykkað það. Þú hefur meiri hagað því að fylgja ferlinu og ítundi frið heldur en það að fara gegn okkur. Þú gæti verið mikil óvissa fyrir þig. Já, getur óvissa, getur betur þvingunum. Eða það að þú fyrir séð að þú mynd tapa meira á því heldur en það. Gæti verið dreifir alveg þegar dómstólinn í hag, þú veist, það er úrræðin eru til, en þú þarft að vera reiðbúin að beita þeim. Þú talar kostnað við átökin og varst kannski að vísa til þá bara alþjóðlegu vettvangi. En ef við förum aftur inn í Súdan, það er ekki stríð allstaðar? Er ekki eitthvað staðar venjulegt líf? Já, hvað spurning, minnst þetta alveg óhugnanlegt að skoða og horfa myndir frá Súdan. Ég meina, þetta var með svo kartúnborgin, var með fallegum, háum byggingum, mörgum góðum skólum, flottum hótelum, allskis menningu. Þetta er bara allt sundur tætt í dag. Og ég menna, ég var bara kollega, sumir hafa með þess að leita til mín, bara vel mentað fólk, mentað frá Þýskaland og Franklæti, sem hefur bara þurft að flýja land. Það var sér ekki viðværið þarna. Þannig að ég veit ekki hvað er þetta að segja um eðlilegt líf þarna í dag, sko. Það er eiginlega lítið sem ekkert og það er lítið eftir að því sem áður var. Já. Eitthvað sem hefði getað verið efnilegt. Já, ég meina vaxið upp í að... Þú hefur, ég meina sko, það er ekki spurning, ég hef starfað með fullt af fólki frá þessu landi, gríðarlega hæfileikaríkt. Fólk sem að virkilega, þá er það með einstaklinga, sem virkilega vilja vinna af heilundum að þróun landsins og meiri sér stofnanir. Mér fannst mjög áhugavert þegar ég var að skoða hvað lögreglan var að gera til þess að halda, við erum bara svona hvað nýstæmi, að halda utan réttindi barna sem komið til kasturlegin. Á sama tíma voru sko Bandaríkin að henda börnum í fangisandóms á laga. Þetta er 2018 og mikið verið að gera út af innflytjendum og fleira. Að þá voru þau bara með miklu meira regluverk og aðhald til að tryggja að það að börn færi ekki í fangilsi og ef þið færi í fangilsi að tryggja að þau myndu aðlaga samfélagin aftur. Þannig að það er heilmikið til, bæði stofnanalega séð, menningarlega og hvað þá náttúruauðlindir sem gætu ítt undir uppbygging á landinu. Hugsa landbúnaðinn sem var hægt að rækta þarna. En þú gerir ekkert þegar það eru viðvarandi átök. Og þeir sem þú ert að tala við og hefur starfað við, þau vilja bara komast í burtu. Þannig að ástandið er svipað og gerist oft í svona löndum að ástandið ítir undir að það verði áfram vegna þess að þeir sem að gætu stöðvað að þeir fara og þeir sem eru þeir sem annarkot geti ekki farið eða hafa hagað því að viðhalda ástandinu. Já, þannig að þeir sem rauninni er á það milli er bara fólki sem á sér engi bjargráð. Það er það sorglega, sko. Fátækasta fólkið. Já, fátækasta fólkið sem hefur kannski ekki alþjóðlega tengsl og ég menna þú senur líka þróun alþjóðlega þótt þú sért að líða fyrir hræðileg mannréttindabrot í þínu heimalandi að þá ertu bara innflytjandi sem er að skapa óróa í okkar ríki, sko. Það er alveg ofsalega erfið staða, sko. Og það sem er að gerast þarna er ákveðin svona myndbirtinga áspanda heimsins. Það sem annars verður það ákveðið skeytingarleysi gegn gríðarlegu ofbeldi og ákveðin skortur og getu til að grípa inn í. Þó við vitum í raun hvað er í gangi og við þekkjum úrræðin. Heldur að það sé ekki vilji í alþjóðasamfélaginu til að beita þeim vegna þess að þetta eru svartir Afríkanar?
Sko. Að það sé svona viðhorfum að þau eru hvort sem alltaf að drepa hvort annað. Sko, ein gagnrýni sem gegn alþjóðakerfinu einmitt það að við bregðumst gríðarlega sterkt við Úkraínu, við bregðumst sterkt við Gaza, við bregðumst ekki sterkt við Súdan. Þetta ekki ákveðin tvískinningur. Það kannski líka önnur sín að það eru kannski minni geopolítískir hagsmunir þarna undir. Þetta er sambland af ofsalega mörgum atriðum sem gerir þetta alveg gríðarlega erfitt. Minni saga samskipti vesturveldana inn í Súdan. Já. Eins og Gaza samtvinnað sögu Bretlands og afskipta vesturveldana. Já, náttúrulega var Bretland var náttúrulega ákveðin annan íðildi herra og löng saga þeirra. Mjög sára taugin í Þýskaland og fleira sem og náttúrulega Úkraína inn í Evrópu en það vantar þessar tengingar. Já, en sko ég tel að það séu fyrir hendi. Ég meina sko, Súdan gríðarlega stórt ríki og einhver 7 ríki sem liggja landamæri þess. Ef að það brotnar niður, og það stefnir alltaf mikið í það, að þá sko mun það hafa ákveðin dómunaáhrif á svo margan hátt. Þú ert í raunin að segja það, heyrðu, þú getur farið að beita valdi, eins og RSF fer að gera, og bara tekið yfir landsvæði. Þú getur meiri að gert það með þeim hætti að þú fremur rosalega mannréttindabrot. Þú bara byggir þitt velda blóði bara eins og Aztekar forna og það bara allt í lagi. Þú bara stofnar nýtt ríki og bara kemst upp með það. Þú ert viðurkenndur annarkvort í júris eða de facto sem bara stjórnandi á svæðinu. Á svona svæðum þá myndast gríðarlega óreiða. Þetta gull sem að fara frá sko, Darfur og Súdan yfir til Sameinuðu furstadæmanna, þetta ekkert með einhver löggildi skipafélögum. Þetta eru alþjóðleg glæpasamtök sem að græða á sig líka og það hefur áhrif annar staðar. Og svo það ýta undir náttúrulega allskyn sko, öfgahópa og það að sko, beiting og ofbeldi sé bara lægi í allskyn samskiptum. Þannig að sko þú getur ekkert loka bara af og loka bara allt það sem að gerast í Súdan sem gríðarlega stórt ríki inn í Súdan og við erum bara í fín málum á Laugaveginum sko. Þannig að þetta spillir út frá sér. Já, það gerir það sko. Bæði hugmyndafræðilega og líka bara materialist. Og bæði í gegnum svona glæpasamtök og svona eins og kannski áhrif eiturlyfja smyglara í Pólitík Flórida og svona sem ofta verið fjallaðum sem eru mikil og svo náttúrulega í löndum Suður Afríku, þannig það eru slíka áhrif. En síðan náttúrulega fólk á flótta þarna. Fólk á flótta, við erum tala hvað var það álaga á næstu ríki. Heldur betur, já. Sem man líka skapar þá óstöðuleika í þeim ríkjum. Og auðvitað margara sem aðeins sem að reyna að komast inn í reyna líka að komast inn í Evrópu. Og sko þessi hugmynd að ekki bara loka vandamálið þarna í þessum heimshluta, það ekkert alltaf að virka. Og svo myndast náttúrulega ákveðin dýnamík þar sem að sko í raun ríki eins og Sameinuðu furstadæmin, Íran, Rússland, Egyptaland í raun að berjast ákveðið á þessum vettvangi. Þannig að sko þú skapar tilefni til átaka á milli ríkja með því að skilja eftir svona einhvern opin völl, það sem gull og tækifæri til áhrifa. Það sem að einn frekasti og ákafasti bara fær sitt. Já, nákvæmlega. Þá ertu raun að ýta undir geopolítísk átök. Þú ert bara með gullpotti liggjað þarna og þú ert með enga skýra stjórn á hvernig haldi utan um og þá bara grípa með til byssun og reyna að nýta sér tækifæri. En hvað hvernig gæti þetta endað? Það er ekki ekki tilhengið mikil að bjartsýni stöðumyndir sem þú gefur. Nei, við skal játa það sko og það er ekkert sem að svona frábæra lausnin. Þú veist, nú erum við að skoða Súdan sem svona meir og minna skipt í tvennt og ég bara hugsa með fyllingi til þess sem að kannski að fara að gerast og búin að vera að gerast eins og þarna í Darfur. Það sem að sko hefur bara verið beitt gríðarlega ofbeldi og það er bara saga frá þessum hópum RSF, frá því voru Janjaweed yfir í RSF, þar sem að þeir bara beita bara við að vinna útrýmingu minnultópa. Þannig að það er bara svona mannúðarlega séð mjög óhugnanlegt. Það er einn þáttur. Annað þáttur er að þú komið með sko nokkurn veginn tvískiptingum milli og saga Súdan hefur alltaf verið svo og það er lengi sem að næra að halda
öllu ríkinu undir einhverju stjórn. Við erum að tala eins og ég nefndi fyrir, það einhver 5-6 stríð sem hafa verið og 5-6 valdarátilraunir sem hafa verið framkvæmdar á þessu svæði. Þannig að það engin sem náð að halda því alveg undir sér. Þannig að það eru mjög litla líkur að stjórnarherinn ná að taka yfir allt svæði og þau myndi gera það, þannig að bara frekar átök og kostnaður sem fylgir því. Þannig að við erum að tala einhvers aðskilnað á þá að fara að viðurkenna RSF og þeirra stjórn. En aðskilnað á grundvelli hvers? Bara þetta gamla málið, bara hvar heimlínan liggur. Já, hver vann hvaða land? Já. Þetta ekki byggt á ólíkum kynþáttum eða þjóðum eða ættbálkum eða... Nei, þessi átakalínur eru bara óbærslega mikið það er bara, það er þessi aðili og það er hinn aðili og þeir eru bara að reyna ekki trú, ekki pólitísk vision. Nei, og kannski ítrekka það, hvað það pólitísk einhver sín, Já. Það er alveg flott að margir þessu hópar eru óbærslega mikið með lýðræði og svona liberation og fleira í titlanum hjá sér, en oftast það þannig að því meira sem þú státar lýðræði og frelsun í þínu titli, þegar meira að beita fólk geta ofríki, Þannig nei, þetta snýst ofsalega mikið bara að hafa ítök. En að því að Súta verður til svona eftir nýldu tíman. Já. Og þú ert að segja að það verður erfitt að sjá að stjórnarherinn gæti náð völdum nema bara með einhverju stórkostlegum blóðsútillingum við að berja niður hinn herinn. Það kannski þannig að Súdan bara of stórt og sundurlaust og margbreytilegt til þess að sé raunhæft að það hangi saman sem eitt ríki? Ég held að það sé alveg. Þetta eru svona ákveðin þættir sem hafa alltaf gert Súdan mjög erfitt fyrir. Það er ofsalega stórt. Það hafði ekki miðstýring valds og stýring valds var alltaf svona frekar kaotísk. Hélt bara fókusera á miðjuna. Þannig að allt í jaðrinum, eins og þú sér Suður Súdan er bara í jaðrinum, það er lengst syðst, það er lengst í vestus. Þannig að það var alltaf vanrækt og infrastruktúrlegur stjórnarhættir veikburða og öll þessi vandamál eru fyrir hendi í dag. Þeir eru bara aðeins verri vegna þú ert komið með alveg gríðarlega átök og langa sögu mikil átaka. Þannig að, jú, það er alveg rök fyrir því að Súdan sé á sterkt miðað við hvað innviðirnir eru lélegir. Já, það eru innviðir sem að halda samfélagið saman. Já, Kína er stort ríki og það er alveg haldið sér allar saman. Já, þeir voru að klára þarna vegalagningu í svona afskipt fylki sem að hafði ekki, sem áður hafði heilsugæslan verið berfætti læknar. Já, en núna er komnir vegir og þar með er verið að flytja inn í infrastruktúrin. Þannig að það er ekkit rosalega því miður björnsýn. Það er náttúrulega ákveðið gott, þetta er svona aðeins að núna með falli El-Fasher og með því að þessa átakalínu sem að skýra, þá er komin ákveðin aðeins meiri meðvitund. Við erum nú að ræða þetta hérna á rauðaborðinu og maður sér þetta vera rætt af fleiri aðilum. Þannig að það er ákveðin jákvæðin í því. Það væri auðvitað óslega áhugavert að sjá ríki Afríku aðeins fara að bregðast við, en það eiga þau allt undir og ekki þá bara bregðast við með þeim hætti sem hefur verið núna þegar ég reyna að styðja mína fylkingu, heldur ég þarf verið viðvarandi frið. Það er alveg skiljanlegt sjónarmið því á Egyptalandi. Við viljum reyna að tryggja ákveðin frið, við viljum ekki RSF sem var þá bara komið mjög brunast að taka við svæðið, styrta UAE sem er ákveðin samkeppnisaðili sé bara að taka við þetta svæðið, við viljum hafa meira jafnvægi þarna. Maður skilur alveg þetta sjónarmið, þeir eru með landamæri að Súdan Þú veist að vonandi ekki mótast einhver dýnamík þó það væri bara á svæðinu til þess að reyna að halda þessu við Ég held að það eru ofsalega mikið gert leið og þú nærðir að slíta ef RSF er ekki að fá vopn frá saminu fyrstadagunum, þá ertu búin að gera rosalega mikið. Eru önnur lönd svona í hættu við að lenda í svipuðu ástandi og Súdan? Ég meina, þú sér það, ríkin í kring eru Tchad, Egyptaland, Eþjópía, það er ekki flott ástandi þar. Þannig að þess vegna hefur svona miklar áhyggjur af því að ef að hlutinu falla þar og líka bara með því að geta alþjóðakerfisins í að reyna halda ákveðna röð og reglu í alþjóðasamskiptum og viðhalda þessu bannu beitingu valds í alþjóðasamskiptum með því að það sé að fara meira menn út úr gluggan
að þá, já, bara breiðist átökin út. Þetta er eins og með sýkingu, sko. Þú þarft að hafa stofnun, þú þarft að hafa geti að breiðast við þeim, annars bara breiðist það út, sko. En Sameinuðu þjóðirnar að draga saman seglin og bandarískar stofnanir sem hafa verið með ýmiss konar mannúðar aðstóð í Afríku eru bara eiginlega loka. En ég, sko, kannski góði vinkillinn hana, ég í eðli minni mjög bjartsýnn og það að segja, heyrðu, sko, stofnanir Sameinuðu þjóðanna og það alþjóðakerfi sem við höfum er þetta frá 1945, við erum að tala um að það er núna cirka 80 ára gamalt, heimsmyndin er allt önnur á svo margan annan hátt, bæði hvernig valdið dreift og líka þær áskoranir sem við sem mannkyn stöndum frammi fyrir. Það sem er heft í raun og haldið aftur að ákveðinni þróun þessa kerfis er það að þú bara með aðila sem að vildu hafa kerfið eins og var. Það var stofnað að byggt í þeirra mynd og allir með sín gæluverkefni og vil ekki vera að breyta því. Þú veist, ég sem starfsmöður Sameinuðu veit það vel að það er ekkert skortur að vilja innanhús sem gerir það verkum að allir með stofnuna var ekki að breyta. Þetta er bara aðildarríkin sem í raun stýra voru ekkert alltaf til í það breytingar sem að þurfti. En ég lít svo á að við erum á tíma í dag þar sem við getum ekki lengur leyft okkur það að hafa einhver gæluverkefni og vilja halda öllum í sömu viðjónum. Og það er að myndast ákveðin vakning það meðal margra ríkja að styrkja fjölþjóðakerfið. Og allir mjög áhugavert að skoða nýjustu öryggis og utanríkisstefnu Norðurlandana. Að þau segja fjölþjóðakerfið er í rauninni our first line of defense. Það er í gegnum það sem við tryggjum fyrst og fremst öryggi okkar ríkja. Það er ekki með því að hafa sterkan norskan og danskan og sænskan her, eða finskan her. Heldur með því að tryggja það að fjölþjóðakerfið haldi velli. Þau tala nú reyndar um NATO þarna sem er ríkjarstykkið í NATO eru Bandaríkin og Bandaríkin er stjórnað af stjórnvöldu núna sem að raunverulega fyrirlita Sameinuðu þjóðirnar og eiginlega allt alþjóðlegt samstarf og vilja helst bara semja heimskipanina með því að tala við forseta í öðrum stórveldum. Akkurat. Og ímyndum okkur aðeins, eitt augnablik, hvað verður Ísland í slíkum heimi? Þetta er ekki bara spurningum eitthvað hart öryggi að Rússar, ég hef engan áhyggjur af því að Rússar sé að koma inn í einhverju massa og taka yfir. Nei, vegna þess að við erum í bakgarði Bandaríkjanna og þú veist, Norðurlöndunum, Bretland og allir því hafa gríðarlega hæga á því að það sé ekki rússnesku herriðna. En okkar hagsmunir eru miklu meiri en það sé bara ekki Rússar sem að taka inn yfir. Þú veist, það er að geta tryggt ákveðið efnahagslegt sjálfstæði, það að okkar rödd hafi eitthvað vægið þegar maður kemur að grundvallarþáttum eins og loftslagsbreytingum eða þróun gervigreindar. Og þú veit, hvernig fengjum við lögsóknina okkar? Það verður ekki með gríðalegum styrk íslenska hersins eða það var bara, þú veist, í gegnum að alþjóðlegt regluverk. Þannig að við höfum alveg frá sjálfstæði búið við þann luxus að grundvallar hugmyndir fullveldi ríkja var meira minna virt, að grundvallar hugmyndir mannréttindi var meira minna virt og við gátum haft áhrif á alþjóðleg mál vegna þess að við vorum með stofnanir sem að tóku þær markvisst fyrir. Nú er þetta óslega mikið að breytast og það snýr ekki bara smáríkjum eins og Íslandi, bara eins og núna bara Þýskaland er að tala um það sama. Og áhugavert að Kína er til dæmis að auka stuðning sinn við fjölþjóðakerfið vegna þess að Kína vill ekki glundroða. Þannig ég er að sammála það sem er í gangi núna í Hvítahúsinu er þetta mikið hefði ég bara ræði öllu eftir mínu höfði og það er mjög áhugavert að sjá með pólitíkin og aðeins komur út úr Súdan en hann er búinn að vera að láta leiðtoga Suður Ameríku Trump dansa í kringu sig. Þeir byrja stundum já, nei, ég ætla ekki að láta Trump beygja mig svo bara kortir í seinna segja bara já, amen. Vegna þess að þú veist, þú bara þarft á þessum viðskiptasamningum að halda. Þú þarft að tryggja það að Bandaríkin séu þig vilhóll. Í heimi þar sem að lög og reglur gilda ekki. En samt verða breytingar líka þótt að menn bukti sig fyrir honum og skellan og allt þetta að þá eru allir með alla sendifulltrúa, allir sölumenn allra fyrirtækja til dæmis í Kanada er út allan heim að búa til nýju viðskiptasamband. Já, og þetta er ekki bara hana. Singapúr er að búa til nýju viðskiptasamband. Það er að verða rosalega svona... Það er orðið of hættulegt að eiga of mikið undir viðskiptum í Bandaríkjum. Já. En aðalpunkturinn ekki þessi hvernig alltaf mjög mikilvægt að við sem ekki bara segja, heyrðu, nú erum við Trump í Hvítahúsinu, það þýðir að Bandaríkin er óreiðanleg og við þurfum að vinna í kringu Trump. Nei, ég held að vandamál sé meira kerfisbundið. Trump komst að fyrir ákveðna ástæður
og það er ákveðin, það er svona veikleiki í kerfinu sem gerða að verkum að það hriktir í stoðum þess og það fyrir okkur að hlaupin í Evrópusambandið að vera í NATO er ekki að tryggja okkur 100% vegna þess að kerfið er alltaf ekki að virka. Þetta er eins og bara ef lögreglan var að hrynja hérna, væri bara nóg að ég fengi sko allir Vesturbænum með mér í lið og þá er ég bara góður, nei. Ég vil að Ísland sé áfram réttaríki. Þannig að sko maður að sjá fjölmörríki og ég nefna þarna Norðurlöndin og Þýskaland sem dæmi og jafnvel Kína sem maður segir, heyrðu, ok, og þarna held ég að sjá ákveðið tækifæri. En þú veist, fólk er að deyja á með. Þá þarf Evrópa náttúrulega að hafa, Evrópa er í svolítið vanda, þeir eru svo háð Bandaríkjunum í öllum, þeir vil ekki styggja Bandaríkin. En ef þeir myndu taka þessa svona ákvörðun sem þú ert að segja, þá segja, við verðum að taka þátt í uppbyggingu alþjóðakerfis án Bandaríkjanna og þau bara koma með ef þau vilja. Og ég held að það sé að gerast. Það sé að gerast. Já. En það er maður, við erum alltaf að auglýsa hérna eftir sko svona leiðtogum í Evrópu sem að tala þannig. Ég veit það. Og segja hérna við getum ekki hérna farið í viðskiptastríð við Kína því að Bandaríkin segja það. Við bara við erum að búa til góð samskipti við Kína. Ég held að við viljum það alltaf. Við erum ekki, ég held að segja sko ekki endilega hagur Evrópu að vera sko íta undir átök við Bandaríkin. En við þurfum að geta staðið okkar eigin fótum. Það er rosalega mikilvægt og það er ákveðna tillögu núna innan Evrópusambandsins sem muni gera Evrópusambandið miklu öflugra með sína utanríkispólitík. Þú veist, tryggja það, þessi ekki alltaf konsensus og bakvið öll, samþykkja alla ríkja og bakvið öll atkvæði, að þessi hægt að taka fyrir ákvarðanir, það er mjög gangi sem að gefur ákveðna vonum að til dæmis Evrópusambandið verði öflugra pólitísk vald. Og auðvitað er núna öll ríki Evrópu að byggja upp sinn hermátt, það mun taka langa tíma. En er þá ekki Evrópa að fylla upp í gati sem Bandaríkin skilji eftir, frekar heldur en að móta traust alþjóðakerfi sem að við þetta friði, að Evrópa er núna uppfull að því að bæta upp fyrir hernaðamátt Bandaríkina sem að Bandaríkin er að draga út úr Evrópu. Jú, það er einsýn. Það er einn þáttur sem að er bara ein þörf sem er að myndast. Svo lít ég svo á að það sé líka önnur þörf það sem að þessi ríki, og ofta vitnaði hann í Norðurlöndin, sem segja, heyrðu, við þurfum að styrkja okkur hernaðarlega til þess að fylla upp það gat sem Bandaríkin er að skilja eftir með því að þau séu ekki alveg að bakka okkur 100% með það. En svo á sama tíma þurfum við aðeins að hugsa fram á veg og segja hvernig alþjóðakerfi ætlum við að móta. Vegna þess að þetta kerfi, hvað sem okkur líka betur eða verið, er í endurmótun. Þetta er eins og aðalritari Sameinuðu þjóðanna, við þurfum bara að velja hvernig heim viljum við? Viljum við heim sem er mótar á lögum eða valdi? Og fiskiforskinn sagði bara mjög skýrt. Ég held að þetta sé bara sami umbreyting. Ég er aftur að vitna í síðasta aðsalþing Sameinuðu þjóðanna núna í september. Að ég held að bara sé sama umbreyting í gangi og var eftir seinni heimsstyrjöldina sem er náttúrulega gríðarlegt umbótan tíma. Það sem bara á næstu 5, kannski pluss árum er að komast á ný heimsmynd. Og á slíkum umbreytingatíma þá er gríðilegt tækifæri til þess að hafa áhrif til góðs eða verra, hins verra. Þess vegna held ég að við Íslendingar þurfum virkilega að hugsa hvað eigum við í húfi undir því að það sé fjölþjóðakerfi sem að virkar við sem smáþjóð og hvað ætlum við að gera og hvað höfum við fram að færa í þá nýju heimsmynd sem nú er í mótun. Og þetta tengist Súdan vegna þess að ástandi í Súdan er að sömuleyti afleiðing af veikingu alþjóðakerfisins og til þess að byggja upp gott alþjóðakerfi þá þurfum við að vita Súdan og átt okkur á því hvaða afleiðingar það hefur þegar að kerfi brotnar upp og býr til svona krabbaminn. Og það sem er eins og við nefndum aðeins, það er bara það sem er í gangi þar, það er bara verulega hægt að það breiðist út og verði verra og þetta er bara ákveðin birtingamyndu hvað er að gerist í heimi þar sem að fjölþjóðakerfið er veikt. Fólk deyr á þess að við skeytum því og fólk deyr á þess að við bregðumst við því og svo bara heldur veikin áfram breiðast út. Skilur við. Herru, Páll Ásgeir, takk fyrir að koma hingað að ræða mannúðarkrísuna og Súdan. Takk fyrir ekki. En við höldum hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja hennar heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hér með mér Arna Magnea Dangs, kennari, leikona, réttindabaráttukona og 1000 félagsmiður. Vertu velkomin. Takk. Tíður gestur við Rauða borðið, en að þessu sinni ætlum við að ræða svolítið menntamál. Þetta nú, já, svona þín hjartansmál, verandi kennari. Já. Ég búin að starfa núna sem grunnskólakennari í 20 ár, en hef kennt rauninni á öllum skólastigum. Kenndi á leikskóla í Finnlandi í 1 ár og hef kennt, í 4 háskólum inn á Íslandi og náttúrulega, listaháskólanum og kendi í leiklisskólum út í Bretlandi sem eru á háskólastigi. Og hef verið svona gesta stundakennari í framhaldsskólum líka, en aðalega hef ég verið að kenna í grunnskólanum. Og það svona margt sem að manni finnst búin að vera í þessu í svona langa tíma. Það margt sem rosalega vel gert í íslenska skólakerfinu sem að ekki talað nægilega vel upp. Eins og bara líðan barna okkar. Mér finnst miklu meira það hér eftir að hafa starfað í skólum erlendis að líðan barna skiptir okkur rosalega miklu máli. Og þannig ætti það að vera vegna þess að barnin sem líður ekki vel, það lærir ekki neitt. Að þröngva eitthvað inn í hausina því, þannig að það skil einhverjum árangri í prófi, en það skilur ekkit eftir sig. Ekkit annað en að þegar fram í sækir þessi vanlíðan. En börnum á Íslandi samkvæmt, og það eina niðurstöðum PISA-könnunar, líður almennt vel og ég vil betur heldur en víða annars staðar. Síðan erum við... En samt einhvern veginn alltaf talað að börnum líði svo illa. Já, þeim líður vel í skólanum. Já, þeim líður betur. Það segir ekki allar söguna. Þeim líður betur heldur en til dæmis og þeim líður almennt vel. Það ekki þar með sagt að öllum líði vel. Og það má alltaf gera betur, en ef við erum að bera saman íslenska skólakerfið við kannski skólakerfi annarra þjóða, þá mætti alveg tala þetta miklu meira en hefur verið gert. Og eins og í PISA-könnunum, þar sem hefur verið bara ofta að horfa á námsárangur, þá það nú þannig hérna á Íslandi að þegar við erum svo lítið mengi, að þá erum við, þar segja skólakrakkarnir, öll undir í þessu, á meðan víða annars staðar, þá þetta bara úrtak. Og þá þetta úrtak úr almenna skólakerfinu en ekki því sérhæfða. Hvað á ég við með því? Já, hérna á Íslandi erum við með skóla án aðgreiningar sem þýðir að öll börn eru í sínum heimaskóla. Og upprunlega þegar þetta kerfi var sett á, þá áttu öll börn að fá þennan stuðning, þar að segja börn sem höfðu sérstakann vanda, námsvanda við að etja sem voru í sérskólum áður, að þegar þau fóru inn í almenna skólakerfið þá átti að fylgja þessi sérfræðingar sem voru í þessum sérskólum. Það fylgdi ekki. Fjármagni fylgdi ekki sem var talað og það þýðir að við erum kannski með 20 pluss börn í bekk, svo ég vil nálægt 24 í bekk að meðaltali. Og við höfum 40 mínúna kennslustund, það innan við 2 mínútur á hvern nemanda og við erum kannski með 10 til 12 nemendur í bekknum sem þurfa sérstaka aðhlýningu og það segir sér sjálft að við erum ekki að ná að sinna þeim sem skildi og þegar svona mikil tími fyrir þessa nemendur þá eru aðri nemendur sem að fá ennþá minni tíma og verða ég vil alveg út undan. Það að segja nemendunum sem geta pluma sig sjálf, þeir eru bara látin pluma sig sjálf á stóru hluta. Á móti kemur að við eyðum mikilli orku og tíma í að passa upp á líðan barnan okkar. Passa, enginn verið út undan, við gerum vinatengslakannanir, við fylgjumst með þeim í frímínútum. Nú það þannig að allir kennarar taka sér einhverja frímínútavaktir yfir vikuna. Allir umsjónarkennarar fylgja bekkjunum sínum í matatíman og fylgjast með þeim. Þannig að við erum mjög mikið með börnunum okkar og pössum rosalega vel upp á þau. Og ef eitthvað kemur upp á þá reynum við alltaf að leysa það sem fyrst í samvinnu við foreldra og alla tengda aðila.
Og það að börnunum okkar hérna á Íslandi líði almennt betur en annars staðar ekki þar með sagt að þú veist að við getum ekki gert betur og þeim eigi ekki að líða enn betur því að við erum að líka sjá það að þú veist sérstaklega líðan hinsegin barna fyrir versnandi og það náttúrulega bara tengist orðræðinu sem í kringum okkur. Við erum líka að sjá það að líðan barna að verðindum upplöfuna fyrir versnandi og það aftur tengist orðræðinu sem í kringum okkur. Orð hafa ábyrgð og þegar fullorðið fólk er svona kannski ógætilega að hamra á lyklaborðið og heldur að það hafi engar afleiðingar, þá hefur það afleiðingar. Það, þú veist, fólki sem les þessar athugasemdir, það hefur afleiðingar á það fólk og það hefur áhrif á þeirra börn. Þannig að sko þetta gamla orðatildegi aðgát skal höfð í nærveru sálar, þú veist, það þarf að vera á netinu líka. Hérna, já, það því þú varst að tala hérna OECD samanburðin, þá eru, ég meit eins og þú varst að segja, þá er þetta svo rosalega fjölbreytilegur hópur sem að Íslendingar einhvern veginn svona tefla fram sem sínum hérna, OECD könnunar krökkum. Eru þau þá í rauninni að keppa við sérhæfðar í skóla eða aðrar aðstæður? Er þetta ósanngjarn mæling? Já, sko, þú veist, bara ef við tökum Finnland, að því elsti sonur minn, hann er hálffinnskur og hann hefur bæði verið í skóla í Finnlandi og Íslandi og þannig að ég þekki aðeins til og ég kendi á leikskóla í Finnlandi í ár, nefnilega alþjóðlegum leikskóla og að þá er það þannig að það er ennþá sérhæfðir skóla. Þú veist, börn sem eru með, þú veist, svona, hvað maður segja, námsörðuleika, mikla námsörðuleika og svona frávik, þau eru í sérskólum og og þessir skólar eru aldrei inn í PISA-könnunum. Þau eru aldrei með þar. Það eru almennu skólanir. Þannig að bara það að, þú veist, að, já, við getum sagt að svona miða við íslensku skólana, þá gætu við sagt að það er bara topp helmingurinn af íslensku nemendum. Ef að þau myndu taka þátt, þá var það svona sambarlegt eins og nemendunum í Finnlandi var að taka þátt. Kannski er það fullgróft að segja að það sé helmingurinn, þá má alveg rífast um það, en hvaða tala það er. En þú veist, það er alveg klárt mál, enga síður, að við stöndum ekki jafnfætis þegar kemur að þessum könnunum hvað þetta varðar. Það er eitt sem að hefur alltaf verið svona áhugjefni í allavega hvað mig varðar og það er að sjá sko þróunina í svona samkenndarleysi á meðal barna og ég held að það sé raunverulega kannski það sem við þurfum að vera að skoða að því að þú elur upp einstaklinga með enga samkennd þá ertu að fara að búa til ansi vont samfélag. Já, sko við vinnum með það í skólanum og nú eru margir skólar sem að hafa tekið inn sko barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og eru með sérstök skólaþing og vinna með ákvæði barnasáttmálans og við vinnum með þetta í lífsleikninni. Við vinnum með samkennd og samhug og allir skólar eru með einhvern orð, mjög margir skólar eru með einhvern orð eins og ábyrgð og virðing og við vinnum með þessi lífsskildi og hvað þau þýða. Þetta er náttúrulega líka gert erlendis. Þeir eru með sérstaka, í Danmörku eru þeir með sérstaka námskrá þar sem þeir eru að kenna börnum samkennd alveg frá fyrsta bekk og upp úr og ég held að gera það meira að segja í leikskólanum líka en ég bara þekki ekki til þar. Í Finnlandi þá er það bara þannig að það eru alltaf miklu færri í bekk. Mikið af þessum vandamálum sem við erum að sjá hérna á Íslandi er vegna þess að það er alltaf margir í bekk. Þú veist, við erum með 24 meðaltali í bekk. Sumstaðar meira, sumstaðar út á landi minna sem skekkir meðaltalið. Ég meina, þú veist, ef inn í meðaltalinu er skóli eins og grunnskólinu og Bakkafirði. Já, eða bara, þú veist, Mjóafirði, þar sem eru kannski 6 nemendur, þú veist, frá fyrsta bekk upp í 10. bekk, þú veist, og og þeir eru inn í meðaltalinu. Þannig að það skekkir, þú veist, hlutfall kennara per nemenda.
og það líka annað sem að það gerir er að sko ef við bara tækjum eins og stór höfuðborgarsvæðið og svona þá hugsa ég að meðaltal væri kringum 24 í bekk og það er einn kennari og eingöngu ef þú ert með nemendur sem eru þú veist þá erum við ekki að tala nemendur með námsörðuleika. Það er fullt af nemendum sem eru bara með mikla sérþarfir og námsörðuleika. En þú færð ekki orðið stuðning í bekk nema að nemandinn sé virkilega annarkvort vanvirkur eða þar að segja hann gerir ekkert nema með stuðningi eða hann sé akkurat í hina áttina svo ofvirkur að hann er mjög trublandi og jafnvel ógnandi öðrum börnum og þá farðu stuðningirinn bekk. Oftast eru bara umsjónarkennarar, aðri kennarar bara einir með börnunum. Það hefur mikið verið talað einmitt þetta sko, og þá sko, þetta skóla án aðgreiningar en með tilliti til þeirra fjölmörgu móðurmála sem að Íslands samfélag býr núna yfir. Við erum bara að verða stærra samfélag, fjölbreyttara fjölmenningar samfélag og hér eru þetta fylgda mikið af krökkum sem að koma sumir að koma úr erfiðum aðstæðum bara sem flóttabörn, önnur eru að koma ég bara með foreldrar sínum sem eru að vinna eða setjast það til lengri tíma og þannig að það er líka svona misjafn hvati kannski á bakvið að læra íslenskt mál ef að fólk er að koma í styttri tíma í kannski nám eða það kemur til þess að vinna að einhverju verkefni og fara svo aftur með krakkana með sér, þá er kannski ekkert neitt gríðarlegur hvati til þess að læra íslenskuna heima við. En þannig að þetta eru svona fjölþættara og fjölbreyttara vandamál heldur það var áður. En hvernig finnst þér svona umræðin í kringum þetta? Hún hefur verið svolítið svona tekin upp af hægrinu sem einhver svona ástæða fyrir því að við ættum að hefta aðgengi útlendinga að Íslandi hreinlega vegna þess að við skólakerfið sé hér í mólum eitthvað svona. Eru þessi börn til dæmis, eru þau að sliga kennslustofuna? Sko, fyrsta lagi þá vil ég ekki meina að skólakerfið sé í mólum. Nei. Skólakerfið er náttúrulega byggt þó að séu byggingar og malbygg fyrir utan og rólur að þá er þetta náttúrulega byggt af fólkinu sem vinnu þar og fólki sem vinnu þar er allstaðrað og þetta er fjölmenningarsamfélagsskólinn og þetta er líka svona þverskurður að bara starra samfélaginu sem Ísland er og það er alls ekki brotið. Það eru, held ég nánast öll að ég þóra fullera að reyna að gera sitt besta hvern einasta dag og vinna í samstarfi, góðu samstarfi við heimili. En það eru auðvitað hnökrar og ég myndi segja að mikið af þessu vandamálum geti leyst með því að fækki bekkjum. Það væri bara, þú veist, að myndi leysa rosalega mörg vandamál. Það kostar peninga. Þá bendir yfirleitt þetta hægra fólk á hvað íslenska skólakerfið er dýrt. En málið er fyrir mörgum árum í svona, ég veit ekki hvers konar bókfarsbrellu, þú veist, leik, þegar skólanir voru teknir yfir af sveitarfélögunum. Þá var hluti af kostnaði skólakerfisins sem var ekki á ríkinu því að þegar þeir voru að reikna út kostnað skólakerfisins, þá voru að reikna skólakerfið sjálf sér. Ríkið átti síðan allar byggingarnar. Það var það var undir eignasýslu ríkisins. Það var ekki hluti af kostnaði skólakerfisins. Núna eru byggingarnar inn í kostnaði skólakerfisins. Og þetta er það mjög dýrt skólakerfi sem að rekur miklaðar byggingar sem er alltaf verið að laga. Þú veist, sýnt og heilagt. Sem að einhvern veginn verðist aldrei verið hægt að laga fullkomlega. Og ég skil ekki hvernig, þú veist, við erum að fara til Frakklands og við erum að sjá skólabyggingar á Englands sem eru 200 og 300 ára gamlar og það er engin mikla. Ég held að dóttir mín hafi verið í 600 ára gamlum skóla. Og eins og í Sviss, þú veist, þar sem hafi verið komið skóla sem eru, eins og þú segir, 600 ára gamlir og það er engin mikla. Þú veist, akkur er, þú veist, þetta vandamál á bara ekki eldri húsum, heldur kannski 70 árum og ég vel yngri húsum en það. Það er komið mikla í viðbyggingum á húsum sem var bara 25 ára gamla viðbyggingar.
þetta er eitthvað stórkostlegt vandamál og eitthvað sem að, ég veit ekki hvort þetta sér íslenskt, en ég hef það svona tilfinningar með að sé það, svona svipað eins og malbyggju okkar, virðist, okkur tekst aldrei að malbyggja nema að það dugi 1 ár í einu. Við þurfum alltaf að malbyggja sömu slóðana ár eftir ár eftir ár. Já, við erum alltaf plástra vandamáli. Já, á meðan, þú veist, í Pólandi og Þýskalandi og víða í Evrópu, þar sem ég hef verið að keyra, að þú veist, þar er við að keyra vegum sem voru lagðir fyrir 30, 40, jafnvel 60 árum síðan. Þú veist, þannig að það er margt sem þarf að skoða. En að segja að eitthvað kerfi sé ónýtt, það er greinilega margt sem að, þú veist, hvort það er spillinga eitthvað annað sem að þarf að skoða, en það er ekkert kerfi ónýtt. Hvorki starfsfólk, nýja börn að erlendum uppruna er vandamál. Fólk er aldrei vandamál. Og við erum aldrei að tala eins og fólk sé vandamál. Þú veist, það er ekkit langt síðan í sögulegu samhengi sem að, þú veist, þjóðir fóru að krefjast vegabréfa. Bandaríska þjóðin sem að öfgahagrið vill nú míga utan í, sem er nú samt þjóðfélag sem verðist verið að hrynja hreinlega, að innan frá, að þú veist, þetta er þjóðfélag sem er byggt á innflytjendum, þrælum og frumbyggjum og flóttafólki. Þú veist, það er Bandaríkin. Flóttafólki meðal annars hér. Já, meðal annars frá eftir móðurharðindin hérna á Íslandi. Akkurat. Sem voru til Norður-Ameríku, meðal annars til Utah og gerðist mormonar og síðan Salt Lake City og síðan til Kanada. Þannig að við þurfum náttúrulega bara að gera betur og líka þá getum við ekki, þú veist, setta upp að ábyrgðina á fólki sem er flytjengað inn, að það verði bara að læra íslensku. Við þurfum að gera betur í að þau hafa tækifæri til að læra íslensku. Það er að efla ísatskennsluna, íslensku sem annað tungumál, í skólanum. Lengi vel var ekki til almennileg námskrá fyrir ísat. Það var bara fyrst á þessu ári sem að komið inn á mentor og inn á námskrá, aðalnámskrá grunnskóla og framhaldsskóla, þar sem það er búið að laga svolítið þennan kafla. Hann var eiginlega bara, þú veist, annarkvort varst á fyrsta, öðru eða þriðja stigi. Það er reyndar svolítið svona núna, það er búið að útskýra það miklu betur. Og það var bara, og nú er komið líka sko forstig. Það er að segja fyrir þá einstaklinga sem er bara algjörlega ótalandi. En það er líka komið kennsluefni. Og það er bara stórlega vantað. Þú veist, ísatkennarar hafa verið stöðugt að finna upp hjólið. Kennari í Breiðholti hafa verið mjög duglegir. Þeir fengu sérstaklega styrk og gerðu til dæmis Breiðholtsbrú, skólabrú, þarna fyrir íslensku kennslu fyrir erlenda nemendur. Og við þurfum að gera það sama fyrir fólk sem er að koma hingað til þess að vinna og vill verið námfram. Ástæðan fyrir að það hefur verið svona verið að reyna að setja það inn í kjarasamninga að það fengi að læra íslensku vinnutíma er vegna þess að við viljum vernda íslenskuna sem okkar þjóðmál og núna er 25% af þjóðinni af erlendum uppruna og ef við ætlum í alvöru að vernda tungumálið þá getum við ekki ætlast til að þetta fólk gerir það á sínum eigin tíma, borgi fyrir það sjálft eða gerir það eftir fulla vinnudag þegar það þarf kannski að sinna, þú veist, börnunum og fleira þeim dúr. Þess vegna er það að ummikið fyrir fólkinu sjálfu sem að það hefur verið krafa meðal annars frá ASI að þú veist, þetta fólk fengi að læra íslensku vinnutíma. Það hefur verið gert lítið úr þessu og sagt að þetta skipti engu máli og það skipti bara máli að fá fleiri krónur og þetta eigi geta verið inn í kjarasamningum og þetta sé bara kjaftaði meðal annars en þá erum við leið að segja að íslenskan sem þjóðmál skiptir ekki máli því við getum ekki bæði haldið og sleppt. Ef við erum ekki að gefa þessu fólki tækifæri og læra íslensku á vinnutíma, þá erum við að segja, ok, þá er bara lagi að þau tali annað tungumál. Þá er bara íslenskan ekkert lengur þjóðmál. Þá er það bara eitt af mörgum þjóðmálum. En kannski það er bara eitthvað sem við þurfum fyrir að horfast í augu við. Já. Ég meina, pólskan er orðin, náttúrulega, þú veist, ákveðið þjóðmál hérna. Kærasta mín er pólsk.
tala reyndar frábæra íslensku og ensku og fleiri tungumál. Ég held að það sé svona vilji flestra líka sem að hér búa að tala íslensku, en það auðvitað miserfitt fyrir fólk í mismunandi aðstæðum. Já, en hún getur, ef hún vill, bara átt viðskipti við pólsfólk. Það litla Pólland á Íslandi. Þú veist, það eru pólska búðir, það eru pólska hárgreiðslukonur, það eru pólski naglafræðingar, það eru pólskir heilbrigðisstarfsmenn og svo framvegis. Þannig að ef það þinn einlægu vilji að læra ekki íslensku sem pólveri, þá getur alveg lifað góðu lífi innan litla Póllands. Þannig að þú veist, þetta veruleiki nú þegar sem að fólk þarf að horfast í augu við. Og ef við viljum ná til þessa fólks og við viljum að það læri íslensku, þá þurfum við að gera það þannig að það sé auðvelt og aðgengilegt. Við getum ekki sett ábyrgðina. Já, við þurfum að byggja brúna. Við getum ekki sett ábyrgðina á þetta fólk. Nei. Plús að síðan sko með flóttafólk og innflytjendur. Það sem öfgahægrið gerir, það bendir á að vandamálið sé afleiðingin, það er að segja flóttafólkið og innflytjendunir. Þau benda aldrei á orsökina. Af hverju eru við með flóttafólk og innflytjendur? Við erum með það vegna þess að við erum að ýta undir stríðsrekstur og átök annars staðar í heiminum. Við erum búin að arðræna, sem þú veist, bara vestrænu þjóðir, búin að arðræna, þú veist, það sem við köllum þriðja heimsríki, sem voru sko sögulega séð alls engin þriðja heimsríki, voru með blómstrandi menningu og vísindi og tækni löngu undan Evrópuþjóðunum fyrir 2.000 og 3.000 áru síðan. En í gegnum nýlendu árin og nýlendu stefnuna að þar sem við arrændum með þessar þjóðir, þá byggum við til þetta vandamál. Þú veist, við byggum Evrópa bjó til vandamálið sjálf. Og heldur áfram að móka í það. Já, og heldur áfram að búa til vandamálið með því ítöndir stríðsrekstur hægri vinstri út allt. Þannig að við verðum, að meðan við erum að búa til þetta vandamál sjálf, þá verðum við líka að taka á móti vandamálinu þegar það kemur bankat upp á heima hjá okkur. Akkur er þetta svona vók, Arna? Ég hef einhvern veginn alltaf haft svona mikla réttlætistilfinningu, alveg bara frá blautu barnsbeini, og ég held kannski þú veist, alltaf verið þetta öðruvísi barn, skrýtna barn. Ég veit ekki af hverju, þú veist, meðan Og fyrir þér er þetta vók bara réttlætiskenndin og... Já, ég meina, þú veist, vók og anti-vók, fólk getur skilið það bara á svo marga vegu og margan hátt, og þetta orðið einhverju orðskripi. Þannig að þetta orðið vopni í höndum sumra. Ég trúi bara, þú veist, mannréttindi skipta máli. Jörðin okkar skiptir máli. Þú veist, við erum, þú veist, öll saman á þessari jörð. Við erum öll bara, þú veist, eitt kyn, mannkynið, homo sapiens sapiens. Þó svo að núna, þá hafa vísindin sanna fram á að Evrópufólk er með smá neandertalsgen í sér, sem að Afrikufólk er ekki með. Þannig að það var spurning, hver er frumstæðari? Af því að það var lengi vel talið að neandertalsfólk var frumstæðara heldur en homo sapiens sapiens, sem að reyndar vísindin er búin sína fram á að var ekki. En heldur voru þetta bara ólíkar gerðir af fólki, og það er líka búið að sína fram á að, þú veist, hvítagenið er stökkbreyting sem að varð bara til fyrir 68.000 árum. Þannig að, þú veist, rasismi og allt þetta finnst mér bara heimst. Og því meira sem maður les og því meira þekkingu sem maður býr yfir, og þá er ég ekki að tala um menntun, heldur þekkingu. Og það geta allir búið þekkingu, burtséð frá menntun. Og fólk geta líka alveg verið, þú veist, fyrir ekki orðbræði fávitar þó þau sem er mikla menntun. Þú veist, það eitt vísar ekki á annað. En menntun, og það er það sem ég segi börnunum ég kenna, gefur þeim fleiri tækifæri. Það gefur þeim val. Það snýst ekki að eitthvað starf sem mikilvægur en annað. Fleiri leiðir til þess að auka við þekkinguna. Fleiri leiðir og meira val hvaða vinnu það vill helga sér. Þú veist, ef að þinn draumur er, þú veist, að fara á sjóinn, eins og, þú veist, ég ólst að hluta til upp í Sandgerði, og það var draumur mjög marga að bara vera, þú veist, fara á sjóinn. Það er ennþá draumurinn minn. Já, þú veist, þá er ekkit að því, þú veist, en
og ég sagði það þegar ég kendi í Sandgerði, meðal annars kendi þar í 4 ár og ég fekk oft þessa spurningu frá svona ákveðnum aðilum þar sem sögðu, akkur þarf ég að læra þetta, ég ætla bara að vera trillukalli eins og pappi og afi og langafi og þá sagði ég bara vegna þess að þú vilt hafa val og þú vilt líka auka þín eigin viðsýni bara því að þú veist, menntun máttur og það gerir þig líka bara miklu mennskari að þú veist að búa yfir þekkingu hvernig svo sem þú nýtur það og ég meina afabræði mínir sem að höfðu ekki mikla menntun á bakinu voru rosalega vel lesnir og byggu yfir gífulegri þekkingu og bara vitaræri menn hef ég vart hitt þannig að sko þeir letu það ekki stoppa sig að afla sér menntunar og þekkingu þó þeir hefðu ekki tækifæri til þess að ganga mennta veginn þannig að mér finnst fólk oft rugla þessu saman og búa til andstæða póla og búa til einhverja sundrung sem þarf ekki endilega að vera sundrung það fólk búið að gera það saman með bókið þú veist hættum þá bara að tala bók tölum mannréttindabaráttu og segðu það þá bara hreint út því fyrir mér að vera vók mannréttindabarátta ef þú ert á móti kvenréttindum ef þú ert á móti hinsegin fólki ef þú ert á móti transfólki ef þú ert á móti mannréttindum og bara mannsamandi lífi öryrkja þú veist, og fatlaðra, innflytjenda flóttafólks bara allra minnihluta hópa hvaða nafni sem þeir teljast ef þú ert á móti þessu þá ertu anti-vók það bara svo einfalt þú getur ekki sagt nei ég ekki á móti neinu þessu ég bara á móti vókinu hvaða skilgreining á vók ertu þá með? Ég held að við getum talað það fram að nótt þessi mál ég já, held að við verðum að setja punkt hér í það. Við erum búin að fara við að vjöll en það var gaman að spila mentunina og bókið sem endur þær Arna Magnaði Dags. Takk kærlega fyrir að vera hérna með mér og á þessum nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Ég þakka kærlega fyrir mig, ykkur sem að áhlítuð og samstagsfólki mínu þakka ég kærlega fyrir daginn og auðvitað öllum góðum gestum. Ég minn ykkur á að hægt að gerast áskrifandi á samstöðin á samstöðin.is. Þar hnappur sem hægt að íta á, stendur einfaldlega á honum áskrift. En já, bara bless í bili og takk aftur. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.